Góðan daginn, ráðherra, bæjarstjóri, kæru gestir. Fyrir hönd Varbergs, Norðurslóðanets Íslands, Háskólans á Akureyri og stofnunar Vilhjálms Stefánssonar býð ykkur velkomin til þessa fundar. Umræða hér í dag eru norðurslóðir í breyttum heimi, öryggismál í alþjóðlegu samhengi, alþjóðlegu tilliti. Við ætlum að beina sjónum að áhrifum alþjóðlegra togstreitu á norðurslóðir. Það eru loftslagsbreytingar, það eru aukið hernaðarlegt mikilvægi svæðisins, það er landvinningastríð Pútins og pólitísk átök vinaþjóða Grænland og Kanada, svo eitthvað sé nefnt. Það er viðeigandi að ræða þetta hér. Hér eru höfuðstöðvar norðurslóða á Íslandi. Hér hefur myndast öflugt þekkingasetur málefni norðurslóða, þar sem samankoma rannsóknir, menntun, stefnumótun og samstarf. Auk ráðherra höfum fengið hér nokkra af okkar helstu sérfræðingum á sviði norðurslóðamála. Varberg, samtökum Vestrarnar samvinnu, leggur megin áherslu á varnar- og öryggismál og þar er svæðið, norðurslóðir að eðlilega fyrirferðarmikið í okkar starfi. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra en ég ætla að biðja Friðrik Þórsson að koma og stýra fundi. Hann er verkefnastjóri hjá Norðurslóðaneti Íslands. Friðrik. Kæra þakkir, Davíð. Góðan daginn öll sömul og kæra þakkir fyrir að taka þátt í þessum mikilvæga fundi þar sem að við ræðum stöðu og þróun öryggismála á Íslandi og á norðurslóðum. Eins og hann Davíð sagði, þá heiti ég Friðrik Þórsson og starfa sem verkefnastjóri Norðurslóðanets Íslands. Auk þess er ég einn af meðskipuleggjum þessa viðburðar. Hlutverk okkar hjá Norðurslóðanetinu, það endurspeglast vel í efninu í dag. Þá meina ég að við miðlum sem sagt þá þekkingu og eflum umræðu og tengjum saman sjónarhorn málefni sem varða Ísland og þróanir á norðurslóðum. Og í ljósi hraðra breytinga á alþjóðavettvangi er nauðsynlegt að huga að framtíð friðar og öryggis á þessu svæði. Og í dag fáum við að heyra frá nokkrum af helstu sérfræðingum á sviði norðurslóðamála og alþjóðasamskipta sem munu varpa ljósi að þróun mála og á þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Dagskráin er þannig að við ætlum að hafa svona stöðukynningar svona milli 15-20 mínútna langar og okkur gefst tími til, þá reynum við að hafa mögulega tíma fyrir spurningar en annars þá er náttúrulega dagskráin frekar þéttskipuð þannig að við getum verið að við bara keyrum það af stað. Þegar að nálgast miðjan fundinn þá verður kaffipása svona rúmar 10 mínútur klukkan 4 áður en dagskrá heldur áfram. Fundum lýkur síðan stuttu eftir klukkan 5 og þá vil ég bjóða ykkur öll velkomin fyrir hönd Háskólans á Akureyri, stofnun Vilhjálms Stefánssonar, Varbergs og Norðurslóðanets Íslands í móttöku sem verður haldin hérna í andirinu. Eins og ég sagði þá er dagskráin okkar þéttskipuð enda mikilvæg mál sem þarfnast umræðu, svo ég ætla ekki að orðlengja það frekar. Þannig að til að hefja formulega dagskrá dagsins vil ég bjóða henni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, hæstvirtan utanríkisráðherra Íslands og formann Viðreisnar sem leiðir nú utanríkisþjónustu Íslands á tímum vaxandi áskorana í alþjóðakerfinu. Velkomna í pontu. Þorgerði. Já, ágæti fundarstjóri, kæri Friðrik og kæru gestir. Ég vil auðvitað byrja á því að þakka Norðurslóðaneti Íslands, Háskólanum á Akureyri, stofnun Vilhjálms Stefánssonar og auðvitað Varbergi fyrir að efna til þessa mikilvæga fundar. Þetta er málefni sem við þurfum að passa okkur sjálf á að hafa í brennidepli og reyna að tengja saman einmitt skoðanir, reynslu og innsýn fólks bæði úr fræðasamfélaginu sem annars staðar. En hér á Akureyri þá hafa einmitt safnað saman helstu sérfræðingar og stofnanir okkar í málefnum norðurslóða og því afar vel til fundið að halda þennan fund einmitt hér. Og ég styð heilsugar að hér, og það var verið að segja þetta við mig að það er að passa upp á að norðurslóðnar, Davíð, þú varst að segja þetta við mig meðal annars, að hér væri kjarninn, hér væri mengi
þeirra þekkingar sem skiptir norðurslóði máli og ég styð einmitt heilsugara hér Steinsnar frá norður heimskautsbaugnum sé miðstöð þekkingar okkar á málefnum norðurslóða og ég styð líka eindregið við frekari uppbyggingu á þessu sviði enda styður utanríkisráðuneytið við stofnanir og verkefni hér fyrir norðan með beinum hætti. Nú yfirskrift þessa fundar norðurslóðir í breyttum heimi. Það betra að hafa það heldur en hérna nafnið á mér sýnist mér en norðurslóðir í breyttum heimi það fangar eina af allra mikilvægustu áskorunum Íslands nú á tímum. Við búum á norðurslóðum og allt umhverfi okkar það að breytast hvort sem okkur líkar það betur eða ver og það breytingar hafa áhrif á öryggi okkar og lífsviðurværi. Skoðum stóru myndina. Loftslagsbreytingar hafa áhrif allstaðar í heiminum en alveg sérstaklega hérna á norðurslóðum. Hlýnun svæðana í kringum norðurskautið, hún er 4 sinnum hraðari en annar staðar í heiminum. Siglingaleiðir opnast hraðar líka heldur en nokkurn óraði fyrir. Þessi þróun hún hefur áhrif á hafið og á umferð hafið. Þar nægir að nefna súrnun hafsins, afkomu og göngur fiskistofna, siglingar, það hefur áhrif á veðurfar og auðvitað ísalög. Nú þegar þá erum við farin að sjá aukna siglingu gámaskipa, norðausturleiðina meðfram Rússlandi og skemmtiferðaskipa norðurslóðir. Fiskiskipum þeim fjölgar einnig á sama tíma og samkeppni nýtingu hafsins hún er að aukast. Og auðvitað hefur þetta allt bein áhrif síðan á Ísland, hagsaldina hér en líka öryggi okkar. Á meðan að hlýnun jarðar opnar upp hafið fyrir norðan okkur, þá horfum við upp á hraðfara kólnun og afturför í alþjóðasamskiptum sem birtast hvað skýrast í allsherjar innrás Rússa í Úkraínu og sífelldum skæru árásum Rússa á Evrópuríki, hvort sem í netheimum eða raunheimum og jafnvel með mjög skipulegri aðstoð glæpahópa. Þetta hefur skapað öldurót í öryggis- og varnarmáli sem ekki sér fyrir endan á, líka hérna heima á Íslandi. Ágætu ráðstefnugestir, lengi vel stóðu vonir til að hægt væri að lágmarka spennu á norðurslóðum. Sú von því miður brostin eins og og fátt bendir til að það breytist í bráð. Við finnum fyrir því hér í Norður-Atlantshafinu hvernig jarðskjálftar í stórveldapólitíkinni skekja svæði heimsóknanna á milli. Frá því Rússar réðust inn í Úkraínu þá hafa Kínverjar líka fylgst grannt með viðbrögðum Vesturlanda. Hvort þau munu að endingu síðan láta yfirgang Rússa gegn grannríki yfir sig ganga. Hvort að við munum gefa eftir í þessu innrásarstríði gagnvart Rússum. Hér nær okkur eru Rússar síðan að byggja upp nýjar herstöðvar við landamærina Finnlandi eins og við vitum og höfum fylgst nýlega með og þeir að fjölga herstöðum á norðurslóðum. Áætlanir þeirra gera ráð fyrir enn frekari hernaðaruppbyggingu í norðri. Á sama tíma samvinna Rússlands og Kína á norðurslóðum að aukast. Þar á meðal hernaðarleg samvinna og við þurfum að taka því alvarlega og fylgjast með. Við þurfum einmitt að fylgjast vel með þeirri framvindu á komandi árum, hvort sem að það einmitt á sviði fjölþáttaógna, samvinna á sviði annara hernaðarþátta eða bara einfaldlega hvernig þeir og geta þessi ríki komið að því að beint eða óbeint, markvisst eða ekki að sundra til að mynda líktengjandi ríkjum innanfrá eins og Evrópu. En við sjáum meðal annars afskipti þessara ríkja að kosningum og svo framvegis sem hefur veruleg áhrif á síðan stærri myndina þegar kemur að því að efla samstöðu líkt þengjandi ríkja á þessum örlaga tímum. Nú norðurslóðir skipta Ísland miklu máli en leikreglur í alþjóðakerfinu þær okkur Íslendingum lífsspursmál. Eftir tortímingu 2 heimsstyrjalda þá byggði ríki heims einmitt upp alþjóðakerfi sem grundvallast á virðingu fyrir alþjóðalögum, það ýtir undir stöðuleika og hvetur til friðsamlegra samskipta ríkja. Þetta kerfi sem við byggðum upp. Viðskiptafrelsið síðan auðvitað mikilvægur þáttur í þessu kerfi þar sem að vörur og þjónustu flæða frjálst og frekar hindrunar lítið á milli landa öllum til góða ýta undir lífsgæði og svo framvegis. Það eykur líka öryggi. En það ekki síst fámennari ríki á borð við Ísland sem hafa einmitt notið góðs af þessu alþjóðakerfi grundvölluðu á alþjóðalögum.
Þetta kerfi hefur tryggt okkur sambærilegt aðgengi að alþjóðlegum mörkuðum og stærstu ríkin í gegnum samningagerða á grunni alþjóða viðskiptamálastofnunar. Við höfum geta staðið á rétt okkar til dæmis hvað varðar fiskveiðilögsöguna án þess að hafa áhyggjur af því að það geti komið okkur í koll eða ógna tilveru okkar sem sjálfstæðrar þjóðar. Meðal annars á þeim grundvelli höfum við stjórn á landgrunni okkar og landhelgi. En þetta er sem sagt veröld þar sem að minni þjóðir, og við höfum tekið þátt í því, þurfa að hafa áhyggjur af því að styggja ekki þær stærri eða lúta ægivaldi þeirra í öllu, er ekki einmitt veröld sem að við Íslendingar sækjust eftir. Þess vegna erum við að byggja upp alþjóðakerfið að því að meðal annars þá eru minni ríki eins og Íslands, við fáum skjól í því í gegnum alþjóðalög og þau séu virt. Hér á norðurslóðum þá hefur árásarhegðun Rússa í Úkraínu og gagnvart Vesturlöndum orðið þess valdandi því miður að Norðurskautsráðið er nánast óstarfhæft og það er mjög bagalegt. Miklu skiptir þó að svo mikilvæga vinna sem framfer í vinnuhópunum hafi hafist að nýju. Það er jákvætt að mínu mati, enda er það hjarta Norðurskautsráðsins að stuðla rannsóknum og gagna öflun á þessu risastóra svæði, auðvitað íbúunum öllu á þessu svæði til hagsbóta. Mörg ykkar sem að hér taka til máls í dag, þau eru þáttakendur í því algjörlega ómetanlega starf og ég vil þakka ykkur fyrir það. Rússar eru mikilvægur hluti af þessu markmið okkar og einnig því að viðhalda stöðuleika, sjálfbærni og samvinnu á norðurslóðum, en því miður Pútín hefur með framgöngu sinni dæmt þá úr leik í þessu samstarfi að minnstakosti tímabundir. Og því miður að þá verður það að segjast eins og að það eru litlar líkur miðað við þá tóna og þau skilaboð og það framferði sem að við erum að horfa upp á núna hjá Rússum að það breytist í nánustu framtíð. Á sama tíma þá eru okkar góðu vinir í vestri því miður að flækja þessa mynd pínulítið sem að ég hef verið að draga upp. Frá stríðslokum þá hafa lýðræðisríkin haldið uppi vörnum fyrir alþjóðakerfi byggðu á alþjóðalögum eins og ég gat áðan. Ásælni Bandaríkja forseti í garð Grænlands, hún skapar auðvitað ákveðna óvissu í þessum efni og það verður aldrei endurtekið nógu oft að það á að virða fullveldi ríkja, það á að virða friðhelgi, landamæra og sjálfsákvörðunarrétt ríkjana. Það á einfaldlega að virða alþjóðalög, punktur. Þetta verður að vera ófrávíkjanleg grundvallar afstaða lýðræðisríkja. Norðurskautsríkin 7 eiga að þurfa að vinna náið saman að því að vinna og tryggja stöðuleika og hagsæld á norðurslóðum. Það er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur. Við þurfum að vinna í samræmi við þá staðreynd að við erum núna á þessu gráa svæði því miður milli friðar og átaka, milli laga og lögleysu. Við þær aðstæður verðum við að treysta á varnir landsins. Ísland er ekki með her, en við erum með varnir. Við treystum varnir okkar með aðildinni að Atlantshafsbandalaginu, með varnarsamningnum við Bandaríki frá 1951 og með síauknu samstarfi við vina- og bandalagsríki okkar á Norðurlöndum og í öðrum löndum í kringum okkur, ekki síst á norðurslóðum. Við reiðum okkur á að bandalagsríkin kom okkur til varnar og þau reiða sig líka á stuðning okkar við að athafna sig á og við Ísland. Við útvegum NATO, Atlantshafsbandalaginu, ratsjármynd til að mynda flugsvæðum í kringum Ísland. Við erum að koma okkur upp á strandratsján sem að horfa á umferð á haffletunum, höfum fjárfest í ómönnuðum kafbáti, við höfum eflt tengsl við flotaherstjórn Atlantshafsbandalagsins, við höfum styrkt líka samráð við greiningadeildir flotan og styðjum við kafbátaleit á stóru svæði í kringum okkur. Kafbátaleitar flugvélar Bandaríkjana og annarra ríkja, þær skima stöðugt undir djúpun til að koma í veg fyrir að rússneskir kafbátar með kjarnorkuvopn komist óséðir suður fyrir land til að ógna Evrópu eða Bandaríkjunum. Bandalagsríkin okkar koma nokkru sinnum á ári til að halda uppi loftrýmisgæslu við landið. Við höfum byggt upp aðstöðu fyrir áhafnir flugsveita og munum halda því áfram til að styðja við störf í þeirra þágu og við erum stolt af því framtaki okkar og það er gott
að núna eru til að mynda Tékkar hjá okkur með stóra flugsveit þegar ég var rétt nýbyrjuð sem ráðherra þá tók ég hús á Finnum á öryggissvæðinu í Keflavík og það gott að fá einmitt viðbrögðin Íslendingar. Þeir eru besta gestaþjóðin sem við höfum tekið hús á. Það fagmennska í hvívetna og það líka gott að draga það fram að við í utanríkisráðuneytinu við höfum gert samning við Landhelgisgæsluna að sjá hluta af vörnunum og það felst meðal annars í því að sjá öryggissvæði á Keflavík og það hefur Landhelgisgæslan sinnt með miklum sóma. Ríkisstjórnin og ég reynda mínum að þetta Alþingi allt það gerir sig grein fyrir þessum breytingum og mikilvægi þess að við lögum okkur að nýjum aðstæðum. Það krefjast þess að við gerum meira til að tryggja eigið öryggi til skemmri en líka til lengri tíma. Þess vegna voru öryggis- og varnarmálin sem að við stelpurnar ræddum í stjórnarmyndunar viðræðunum sett á oddinn strax þá og ákveðið að það yrði lögð fram skýr varnarmála stefna. Samráðshópur þingmanna úr öllum flokku vinni þessa stundina að því einmitt að skoða inntak og áherslu slíkra stefnu sem auðvitað byggir meðal annars á þeirri staðreynd að landfræðileg staða og lega Íslands á norðurslóðum og norður Atlantshafið það hefur fengið aukið vægi í breyttum heimi. En hvað sem öðru líður þá ljóst að við þurfum að efla varnir Íslands verulega og vera ófeimin að horfast í augu við þá staðreynd. Það sama niðurstaða einmitt og öll önnur ríki í kringum okkur hafa komist að. Vegna herleysis okkar þá munum við að einhverju leyti gera þetta með öðrum hætti en aðrar þjóðir. Og þið munið einmitt meðal annars, þarf ekki að segja ykkur það með og minna ykkur á Svía og Finna sem að gengu í NATO, all Norðurlöndin gríðarlega mikilvægt fyrir okkur, líka á grunni NORDEFCO samstarfsins að þær eru inni í NATO og síðan náttúrulega afnumi Danir þá fyrirvara sem höfðu á varnarþættunum innan ESB og það var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það voru strax viðbrögð, fumlaus viðbrögð til þess að bregðast við þeim ógnum sem við blasa. Þjóðaröryggi, það hverfist einmitt virka utanríkisstefnu. Það snýst líka trúverðuga varnir, það snýst áfallaþol og auðvitað almanna varnir. Við þurfum að horfa með víðtækari hætti á þessa þætti að við höfum getu og við höfum viðbúna sem nær til landsins alls líka hér á Norðurlandi þegar við horfum til innviða, þegar við horfum til birgða og getu sem nýtist við varnir en líka til borgaralegra verkefna. Má í því sambandi líka nefna að ég vil gjarna sjá viðbragðsgetu Landhelgisgæslunnar styrkta enn frekar með tilliti til allra landsmanna hvar á landi sem að þeir eru staddir, bara svo dæmi séu tekin. En kæru gestir, við viljum auðvitað að friður og stöðuleiki ríki á norðurslóðum. Eins og nú háttar til og mun gera til langrar framtíðar, þá verður friðurinn helst tryggður með öflugum fælingamætti sem kemur í veg fyrir átök. Með öflugum fælingamætti sem kemur í veg fyrir átök. Við munum áfram róa því öllum árum að treysta í sessi alþjóðalög og reglur. Það varðar okkar ítrustu þjóðarhagsmuni og ég segi þetta aldrei of oft, það varðar okkar ítrustu þjóðarhagsmuni eins og ég gat áðan, þar á meðal yfirráðin yfir landhelginni okkar sem við börnumst svo ötullega fyrir. Og þegar við styðjum við Úkraínumenn í þeirri varnarbaráttu gegn innrásarher Rússa, þá erum við jafnframt að styðja gildi alþjóðalaga í samskiptum ríkja. Við gerum það sama þegar við mótmælum grófu framfæri Ísraela gagnvart fólkinu á Gaza. Og við hvetjum líka bandamenn okkar til að vinna staðfastlega að almennri virðingu fyrir hinu alþjóðlega regluverki. Það í þágu þjóðarhagsmuna og það óendanlega mikilvægt að við tökum ekki augun af þeim bolta. Það má ekki missa einmitt sjónar af áskorunum og ógnum sem snúa að umhverfinu, ekki síst hafinu, sameign þjóðarinnar sem uppspretta hagsældar og hugvits. Hraðfara loftslagsbreytingar, eyðing líffræðilegs fjölbreytileika, taumlaus sókn í náttúruauðlindir eru málefni sem að verða áfram kjarnamál fyrir okkar öryggi og afkomu Íslendinga til skemmri og lengri tíma. Og við megum ekki vanmeta þetta, við megum ekki
að því við teljum að það allt eigi núna umhverfast varnir eðlilega, ég ætla ekki að draga undan því, við þurfum að tryggja okkur vegna þessa árásarís Rússa, við þurfum að efla okkur sem bandamenn innan NATO, en þá megum við ekki vanmeta þau áhrif sem að hraðfara loftslagsbreytingar hafa, ekki bara á náttúruna og ekki bara á lífríkið, heldur hvaða afleiðingar það getur leitt af sér fyrir fólk, fyrir þjóðir heims, hvaða afleiðingar það getur haft í för með sér eins og óöryggi, sundrungu, ringulreið og óreiðu innan samfélaga. Og það leiðir síðan af sér stríð. Þannig að þetta hangir allt saman og þetta megum við ekki vanrækja. Ég hef, kæru fundargestir, núna farið yfir alvarlegar áskorunir sem við stöndum frammi fyrir og hvernig við erum staðráðin í að mæta þeim. Góðu fréttirnar eru þær að við eigum trausta bandamenn sem vinna með okkur og leggja nú miklu meiri áherslu á norðurslóðir en áður, og þar á hverjum fundinum á fætur öðru sem að ég sit sem utanríkisráðherra eða sem varnarmálaráðherra, ég get líka nefnt þróunarsamvinnuráðherra, að þá það nákvæmlega þetta að við finnum það hvað samstaða líkt þenkjandi þjóða skiptir máli á þessum tíma, og að þau eru að leggja okkur lið með því að setja meiri áherslu á norðurslóðir og meiri fókus á norðurslóðir heldur en áður. Það hefur líka orðið vitundavakning á Íslandi í varnar- og öryggismálum að undanförnu. Ég fagna því og mér finnst ég finna að við höfum þjóðina með okkur í þessum áherslum. Áskorunir, þær hvetja okkur auðvitað til dáða, það eru miklar áskorunir sem eru framundan og þær hvetja okkur til enn meiri dáða. Og ég auðvitað sannfærður það að umræðan hér núna á Akureyri í dag, hún muni reynast mikið og gott veganesti fyrir þá vinnu, fyrir þá mikilvægu vinnu sem að framundan hjá okkur öllum. Takk fyrir og gangi ykkur vel hér í dag. Kæra þakki fyrir þetta, Þorgerður, fyrir hugrekkandi erindi og allt sem þú gerir til að tryggja hagsmuni okkar á þessum breyttu og óljósu tímum. Næstur upp á svið hann Dr. Davíð Þór Björgvinsson, sem prófessor og deildarforseti við lagadeild Háskólans hérna á Akureyri. Hann hefur víðtæka reynslu innan háskólakerfisins og einnig starfað sem prófessor við Háskólann á Íslandi, Háskólann í Reykjavík og einnig Kaupmannahafnarháskóla. Ásamt því að hafa birt ótal fræðigreina og ritað fjölda bóka á sviðum alþjóðlegra mannréttinda og ríkisrétta, þá hefur hann einnig starfað sem dómari, meðal annars fyrir Mannréttindadómstól Evrópu á árunum 2004-2013. Og í dag mun Davíð fjalla varnarsamning Íslands og Bandaríkjanna í sögulegu ljósi. Davíð. Takk fyrir. Fundarstjóri, virðulegu fundarstjóri, utanríkisráðherra, rektor. Aðrir gestir. Ég fagna því að fá tækifæri til þess að ávarpa þessa samkomu og mér finnst það gott tækifæri fyrir mig vegna þess að innan lagadeildar Háskólans á Akureyri rekin sérstök námslína sem heitir heimskautaréttur og hún mitt í kennslu og rannsóknum fæst við nákvæmlega þau málefni sem að utanríkisráðherra nefndi hér, sem að fór vítt og breytt yfir sviðið, og mér fannst svona að hún væri að lýsa því hvernig skrifborðið hjá henni liti út á morgnana þegar hún mætti í vinnuna, að það væru mörg verkefni og brýn til að leysa. Ég ætla aðeins að róa þetta niður með því að taka hérna eitt atriði út úr þessari sögu sem þetta svolítið sögulegt hjá mér. Því ég get nú ekki kannski gert tilkall til þess að teljast beinlínis sérfræðingur í norðurskautsmálum eða norðurslóðamálefnum, en ég ætla að fara aðeins yfir varnarsamningin sem auðvitað eitt af því sem að utanríkisráðherra nefndi hér áðan sem pínlítið í uppnámi, og ég ætla aðeins að skýra það út fyrir ykkur, en ég ætla líka að nota tækifæri svona til þess að hita okkur upp fyrir það sem að framundan að fara aðeins í söguna á bakvið þetta. Og við auðvitað það eru ýmsar ástæður fyrir því sem að utanríkisráðherra nefndi, fyrir því að athyglin að beinast að norðurslóðum. En svona síðustu vikurnar eða mánuðina getur maður sagt að sérstakur áhugi Trumps forseta Bandaríkjanna setji fókusinn á norðurslóðir, einkum vegna
þessa áhuga hans á Grænlandi. Og ég bara ræði upp hérna mynd af þessu, hérna hvernig þetta lítur út. Sko, þá hérna ég nú ekki að segja ykkur einn lítið indi, þetta búið að vera lengi svona. Íslandi hérna í nálægð við Grænland og ef við horfum á sko, stöðuríkjana á norðurslóðum, þá hún auðvitað umsömt lík en annar ólík. Og þá það sérstaklega hérna vesturströnd Grænland sem liggur að vatn flóanum og þetta svæði sem að kannski snertir okkur ekki svo mikið, en annað gegnur þetta hér. Þetta þýðir það að hérna sko, þegar að hérna aðstofamenn Trumps forseta fara að sýna honum kortið til þess að skýra út fyrir honum hvar Grænland í heiminum, þá mun hann sjálfsagt sjá Ísland hér. Og þá gæti áhugans, fyrirgefið, ég þarf að halda með mikrofónin, mjög erfitt með það, en gott að fá áminningu um það. En þá mun hann vantarlega átt að sjá því að Ísland liggur þarna alveg við og kynni þá að fara að hafa áhuga fyrir því. Sko, það þó ekki alveg það sama vegna þess að maður getur vel ímyndað sér að öryggishagsmunir Bandaríkjanna séu meiri að þeir varðar Grænland heldur en Ísland. Við sjáum það bara á landakortinu að þetta miklu stærra svæði og þetta önnur svæði og nær Bandaríkjunum, ef út í það farið. En engu að síður þá nálægðin það mikil að það alveg rökrétt að gera ráð fyrir því að það verði metið með líkum hætti, en þó líka eitt annað atriði sem að freistar hérna Bandaríkjaforseta og það auðlindir á Grænlandi. Þessar auðlindir höfum við ekki, við höfum sjálfbærar fiskveiðar og endurnýjanlega orku og bæði orðin sjálfbærni og endurnýjanlega orka eru bannorð í pólitískri orðabók Trumps forseta. Ég veit ekki hvort að það okkur gagnlegt, hann muni þá ekki fá áhuga á landinu eða þvert á móti þurfi að ná sér niður á því með einhverjum hætti að vera að dunda sér við svona málefni. Auðvitað má líka velta fyrir sér hvort alvara býr að baki þessum yfirlýsingum Trump. Þær eru auðvitað frá sjónarhóli alþjóðalaga eins og framkomi í máli ráðherrans hér áðan algjörlega með ólíkindum. Og þær eru bein ógn við þá skipan heimsmála sem komið var á í eftirmála síðari heimsstyrjaldarinnar eins og einnig kom fram. Og þetta ógn við þessa skipan, en auðvitað hefur það verið þannig í sögu heimsins að engin skipan heimsmála endanleg í sjálfu sér. En við sáum ekki fyrir að þetta yrði með svona snöggum hætti við valdatöku Trump síðara kjörtímabil hans. Ég ætla aðeins að fara hérna aftur í söguna, það hernám Íslands. Það tengist líka málefnum norðurslóðir á sínum tíma. Þannig að þessi hugmynd áhuga ríkja á norðurslóðum ekki alveg ný, þó hún sé að stigmagnast þessar mundir. Það einfaldlega akkurat þessi sami áhugi á norðurslóðum sem leiddi til þess að Ísland var hernumið og Bandaríkjamenn komið hérna. Ég ætla aðeins að fara yfir þessa sögu. Sko, við höfum nefnilega tilhneigingu til að líta svo á þetta valdabrölt Evrópuríkja, Bandaríkjanna og nú Rússa og Kínverja sé nýtt fyrirbæri, en það auðvitað ekki þannig vegna þess að þetta hefur lengi verið við lýði og Íslandssagan sjálf hefur að geyma ýmsar heimildir áhuga ríkja í Evrópu á því svæði þar sem Ísland liggur og það beindist þá fyrst og fremst að fiskveiðum og hvalveiðum. Með öðrum orðum það tengist verslun og viðskiptum. Ef maður rekur sig í gegnum aldirnar þá staða Íslands sú að það hafði enga hernaðarlega þýðingu og það var af tæknilegum ástæðum. Menn höfðu þá áhuga á því að fara til Íslands og Íslandsmiða til að sækja sér fé og eiga viðskipti við Ísland. Síðan, og það eru þetta sögur af umsvifum Breta, Þjóðverja, Hollendinga, jafnvel Spánverja og einhverju leyti Tyrkja, sem við köllum Tyrkja ránið, en aflust voru þeir að leita að viðskiptatækifæra kannski í og með, það að segja í þrælaverslun. En þannig að þetta kapphlaup stórvelda áhrif á norðurslóðum sem nú í gangi í þeim skilningi ekki alveg nýtt og að það sé eins og ég áður sagði að stigmagnast.
Og við þetta þekkjum líka hérna söguna af því þegar menn voru að byrja að fara á Norðurpólinn í þessu, þetta var gert undir yfirskini vísinda og þess að kanna þessi lönd. En vitaskuld auðvitað sér maður á því þegar að fyrsta verkið þegar á Norðurpólinn komið að setja upp flagg ríkisins sem að kemur frá, þá sér maður að í því felst statement að menn séu líka í og með að gæla fyrir þá hugmynd að leggja undir sig svæði utan sinna eigin landamæra. Þannig að Ísland var aldir ekki í alfaraleið, en svo breytist þetta við upp af 20. aldarinnar þegar að fyrsta flugvélin var búin til og menn fóru að fljúga heimshornana á milli og auðvitað voru flugvélarnir ekki langdrægar eða hraðar eins og þeir eru núna, en engu að síður þá gjörbreyttu þeir heiminum vegna þess að það var hægt á tiltölulega stuttum tíma að ferðast langar vegalengdir. Og ein leiðin á milli Bandaríkjanna og Evrópu yfir Norður-Atlantshafið og þar kemur Ísland inn í myndina. Ísland verður fljótlega mikilvæg miðstöð fyrir sem sagt flugumferð, ekki kannski eina, en hún verður einhvað síður mikilvæg þar sem að ekki hægt að fljúga í einum rykk á milli Ameríku og Evrópu, heldur þarf að stoppa einhvers staðar á leiðinu og taka eldsneyti og svo framvegis. Og smátt aukast siglingar með stærri skipum og geta þeirra til að sigla langar leiðir og svo framvegis. Við þetta verða siglingar Norður-Atlantshafið tíðari og lega Íslands verður mikilvægari. Svo gerist þetta þegar eftir kosningarnar í Þýskalandi 1933 að Þjóðverjar, að nasistar komast til valda, eins og menn þekkja. Og Þjóðverjar fara að gera sig líklega, menn sjá það fljótlega, þeir eru að fara að gera sig líklega til þess að fara í stríð. Og ófriðar og magna ófriðar bálið skulum við segja. Og og þeir fara að koma til Íslands. Þjóðverjar fara að koma til Íslands, ég held þetta sé nú það sem heitir svona deepfake mynd, vegna þess að Hitler hérna að labba á þingvörðum. Og ásamt, já, það er erfitt að sjá hverjir þetta eru, kannski Himmler, jafnvel, eða hann var nú reynda með gleru, en ég ekki alveg viss hverjir þetta eru, en þetta eru ekki menn sem þú vilt fá í heimsókn, það alveg á hreinu. Þetta til þess að tákna það að umsvif og áhugi Þjóðverja á Íslandi fóru að aukast. Og þeir fóru að koma hér í vaxandi mæli til þess að stunda vísindarannsóknir eða undir yfirskini slíkra rannsókna og svona kortleggja aðstæður á Íslandi. Bretar risu þá upp á afturfæturnar og sögðu hingað og ekki lengra. Ísland á okkar áhrifasvæði. Og þeim líkaði þetta alls ekki. Þeim stóð ógna þessi bauki Þjóðverja sem voru farnir að senda herskip sem voru á sveimi í kringum landið. Þjóðverjar voru í vaxandi mæli farnir að stunda fiskveiðar á Íslandsmiðum og svona áhugi Þjóðverja á Íslandi að aukast mikið í óþökk Breta sem töldu Ísland bera á sínu áhrifasvæði eins og þeir höfðu lengi gert í gegnum söguna. Og þeir skeyttu ekkert það þó við værum hluti af danska konungsveldinu. Þannig að hvað gerist svo? Jú, aðfaranótt 10. maí 1940 þá kom breski herinn til Íslands. Og hér mynd þar sem að þessi litli hópur, þetta nú ekki ógnvænlegur her að sjá á þessari mynd, skulum við segja. En Bretar voru mjög illa undirbúnir undir stríðið, en þeir ákváðu að fara til Íslands og hernema Ísland 10. maí 1940, sem var þá 4 vikum eftir að Þjóðverjar höfðu gert innrás í Danmörku og Noreg 9. apríl sama ár. Og það kom nú í ljós fljótlega að Bretar höfðu ekki kannski alveg burði til þess að gera þetta almennilega. Það fóru ýmsar sögur af því sem að heyrðu frá foreldrum sínum að þeir hefðu verið með byssur sem að bara svona plattbyssur eða nánast leikvangabyssur og svo framvegis sem áttu að vera svona ógn við Þjóðverja ef þeir færu að fljúga yfir og svona skoða það hvað Bretar og Íslendingar hefðu sér til varnar og svo framvegis. En allt það, þá á árinu 1941, þá tekur Roosevelt Bandaríkjaforseti þá ákvörðun að Bandaríkjamenn skuli taka að sér hervörslu á Íslandi og leysa breska herinn af
Hólmi. Og það hefur verið sungið það í íslensku dægurlagi, þá kom kaninn, þaninn, kommunistabaninn og Magga í bragganum gladdist mjög. Allir þekkja þetta er góður slagari í góðum partíum. Og að því að hún var sorgmædd þegar Bretinn hafði farið. Hún tók liðið sín á ný þegar kaninn kom. En það harðnaði á dalnum hjá henni þegar að bandaríski herinn fór aftur 1947 eftir stríð. En nota bene, þegar að Bandaríkjamenn koma fyrst, þá eru þeir hernámslið. Vegna þess að þeir taka við af Bretum sem hernámslið. En Íslendingar gerðu þetta sama ár samning við Bandaríkjamenn hervernd. Og þar með varð bandaríska hernámsliðið herverndarlið eða varnarliðið svo við höfum síðan kallað það. Varnarliðið í þessari mynd til 1947 þegar herinn fer á brott á grundvelli svokallaðs Keflavíkursamning sem Íslendingar gerðu við Bandaríkjamenn að hann færi og það var 2 árum eftir að stríðinu lauk. Og þá fer að birtast þessi heimsmynd sem við búum við núna að NATO stofnað 1949 og Íslendingar eru stofnaðilar og 2 árum síðar varnarsamningur Íslands og Bandaríkjanna gerður. Og hann í beinu samhengi við NATO-samningin. Og ég ætla aðeins að bara fara yfir þetta að því að það var svolítið rætt þetta áðan og það skýrir af hverju þetta áhyggjuefni fyrir okkur. NATO-samning, fyrsta grein NATO-samningsins frá 1949, en þar kemur þetta fram. Aðilar takast á hendur, svo sem segir í sáttmála hinna Sameinuðu þjóða. Og þarna sjáum við það að þessi hugsun með stofnun NATO hluti af þessu heimskerfi sem var sett á fót í kjölfar stríðsins og tengist beinlínis stofnun Sameinuðu þjóðanna sem eru stofnuð til þess að ríki leiti friðsamlegra lausna á ágreiningsefnum sínum. Og eftir atvikum aðstoði við að byggja upp þá hluta heimsins sem að höllum fæti standa. Leysa hvers konar milliríkja deilumál sem þeir kunna að lenda í á friðsamlegan hátt þannig að alþjóðafriði, öryggi, réttlæti sé stofnað í hættu og svo framvegis. Síðan kemur 5. greinin sem var til umræðu áðan og hún orðið svona. Kjarni hennar sá að ríkin eru sammála að vopnuð árás á eitt þeirra sé árás á þau öll og þannig eigi viðbrögðin að vera. Og ef við fórum að líta til yfirlýsingar Trumps í þessu ljósi þá sér maður hvað þær eru algjörlega á skjön við þá megin hugsun sem hér birtist í þessum sáttmálum. Og Bandaríkjamenn voru stofnaðilar að þessu og hefa verið forysturíki fyrir NATO alveg frá stríðslokum eða frá því að NATO var stofnað 1949. Í kjölfari kemur svo varnarsamningurinn og þá sjáum við það á þessu ákvæði ég hef ekki tíma til að fara að lesa þetta allt, að þá sjáum við það beint samhengi á milli NATO annars vegar og varnarsamningsins hins vegar. Það að segja, maður hefur svolítið svona verið alin upp í þeirri hugsun að stoðir varna á Íslandi væru 2, alveg óháðar einhvern veginn. Það væri annars vegar NATO-aðildin og svo hins vegar varnarsamningur Bandaríkjanna sem að veri gerður á einhverjum forsendum það að við værum eitthvað sérstaklega kærir Bandaríkjunum umfram aðrar þjóðir. Væri svo miklir vinir okkar og svo framvegis. Og ég ætla ekki að gera lítið úr því að það geti ekki verið rétt. En raunveruleikinn sá í lagalegu tilliti að þetta hangir saman og eitt og sama systemi. Það að segja Bandaríkjamenn eru með varnarsamningnum að axla skuldbindingar sínar gagnvart Íslandi með þeim samningi. Ef að NATO fer í skrúfuna, þá fer þessi varnarsamningur líka í skrúfuna, nema það sé þá þannig að Bandaríkjamenn lítur svo á að þessi samningur sé eitt og NATO allt annað. En vonandi gerist þetta ekki og sjálfur hef ég ekki trú á því að þetta muni gerast. En vissulega eru þessar yfirlýsingar Trumps NATO-samninginu það hann sé ekki viss hann ætla að stalda við þetta, meðal annars vegna þess að hann þykja framlög annarra NATO-ríkja ónóg og gerir gröfu það að aðildarríki NATO eyði meira fé í varnarmál sín og setur þar fram hugmyndum 5% af vergri landsframleiðslu sem engin smátala ef maður fyrir að reikna það og
En það svo sem heldur ekki neitt sérstakt sem bendir til þess á þessu stigi nema utanríkisráðherra viti betur að Íslendingar séu undanþegnir þessari fjárkröfu. Það kannski kemur í ljós síðar að svo En sem sagt stuttumáli, síðan hefur varnarsamningurinn verið svona meginstoð í okkar varnarkerfi, þar til 2006, en þá George Bush yngri, hann dregur herinn frá Íslandi. Þannig að það það sem gerist þar og þegar maður les þann samning, það svona skilasamningur, þá stendur í honum alveg skýrum stöfum að ástæðan fyrir þessi sé breytt heimsmynd. Þá eru Ameríkanar ekki með hugan við norðurslóðir að það eigi eftir að verða þeim svona mikilvægt. Heldur voru þeir í svokölluðu stríði við hryðjuverk í Miðausturlöndum og fókus þeirra var þar. Og það svona myndi ég ætla að væri megin ástæðan fyrir því að þeir sáu Ísland ekki sem sérstaklega mikilvægt atriði í svona sínum öryggismálum og legu þess þarna á norðurslóðum. Þetta endist ekki lengi vegna þess að 10 árum síðar þá gerður samningur við Bandaríkjamenn sem upptaktur af samningi sem frá 2017 sem að skýrlega ber með sér, myndi ég ætla, nema ég sé að miðstúlka samningin, að Bandaríkjamenn hafi í hyggju að auka aftur umsvif sín á Íslandi. Og vonandi það þá gert í friði við Íslendinga og samkvæmt lögum eins og ráðherra lagði áherslu hér á áðan. En þetta svona myndin sem að mér fannst að gæti verið gagnleg fyrir svona áframhaldandi umræðu þetta efni. Í stórum dráttum svona hvernig saga þessa hvað ég var að segja, þessara ráðstafana sem að Ísland hafa gert eða til í varnar- og öryggismálum. Auðvitað hefur þessi háttsemi Trumps forseta kallað á að nú eru Íslendingar svona kannski óvissir sinn hag í þessum málaflokki sem eðlilegt og það hefur auðvitað fært fókusin yfir á Evrópu og Evrópusambandið og hvort að þeir væru heppilegri ferðafélagi lendur alþjóða stjórnmálana frekar heldur en Bandaríkin. Þetta risastórt mál í íslensku samhengi vegna þess að áhrif Bandaríkjamanna í gegnum herinn og allt þetta og okkur tengst við Bandaríkin hafa verið gríðarlega mikil. Lengst af keyptu þeir mest af okkar fiskafurðum, það hefur reyndar breyst og það hefur færst til Evrópu. En engu að síður ef þessi fókus á að færast til, þá það grundvallarbreyting á íslenskri utanríkispólitík og færi beint í sögubækurnar. Ég vona að þetta hafi svona hjálpað ykkur til þess að fá yfirlit yfir þessi mál og þetta gagnist í frekari umræðum hér í dag. Þakka ykkur kærlega fyrir áheyrnina. Kæra þakki fyrir þetta, Davíð. Það stórmerkilegt að líta á þetta úr svona fjarsýnna samhengi og það kannski veitir vonum að þetta strendansamband okkar ekki nema tímabundið. Ég biðst forláts á því að hafa gleymt að minnast á að viðburður okkar í dag streymdur á miðlum Vísis og Heimildarinnar og MBL og því vil ég biðja fyrirlesari til að halda sig við mikrofóninn svo að þau heyri á netinu líka. En nú ætla ég að bjóða hana Dr. Rachel Lorna Johnston til að kynna sitt mál. Hún prófessor við lagadeild Háskólans á Akureyri og einnig gegnir starfi sem prófessor við Háskólann á Grænlandi. Hún einnig Fulbright Arctic Initiative 4 skólar sem sérhæfir sig í heimskautalögum, stjórnskipan norður- og suðurskautsins samkvæmt bæði alþjóðalögum og innanlandsrétti. Hún hefur birt fjölda fræðigreina af nýlenduvæðingu innan alþjóðalaga, réttindafrumbyggja, alþjóðleg mannréttindalög og stjórnun auðlindaiðnaðar á norðurslóðum. Og einnig hefur hún birt fjölda bóka, þar að meðal The Routledge's Handbook of Polar Law sem var gefin út árið 2023 sem ég mæli eindregið með. Þannig að takk hérlega, Rachel. Ágæti ráðherra, rektor, deildarforseti, góðir gestir. Áður en ég byrja vil ég taka skýrt fram að þau sjónarmið sem hér eru sett fram eru minn eigin. Þau byggja meðal annars á reynslu minni sem styrkþegi Fulbright Arctic Initiative 4 við Wilson-stofnunu í Washington DC í vor.
Þar til starfsemin var skyndilega stöðvað eftir Doge kom í heimsókn. Ég starfði þó hvorki fyrir tala fyrir hönd Fulbright-stofnunarinnar nei Wilson-stofnunarinnar. Ottawa-yfirlýsingin Stoppskjal Norðurskautsráðsins segir í neyðarmálsgrein að Norðurskautsráðið eigi ekki að fjalla málefni sem tengjast hernaðaröryggi. Þetta þýðir þó ekki að það eigi engan þátt í að stuðla að öryggi á norðurslóðum. Hið lauslega orðalag eigi ekki, should not in English, sem og opinberi staða yfirlýsingarinnar í heild þýðir að Norðurskautsráðinu frjálst að fjalla hernaðaröryggi ef aðalríki þess eru öll sammála það. Það frekar ólíklegt að það gerast. En veikar laga grundvöllur Norðurskautsráðsins líka styrkur þess samkvæmt Batman, its greatest strength is its greatest weakness. Þar sem það gerir sveigjanlega kleift að þróast eins og krafist í breytilegum heimi. Reyndar á 3. áratug starfsemi sinnar hefur Norðurskautsráðið líklega átt stærstan þátt af öllum stofnunum í að bæta öryggi Norðurskautsríkja, frumbyggja og annarra íbúa. Með því að bjóða upp á vettvang fyrir opnar samræður, formulega og óformulega samskipti milli diplomata og vísindamanna sem við getum kallað vísindadiplomatíu, science diplomacy á ensku. Til dæmis, Norðurskautsráðið tekst á við brynjar umhverfis áskoranir og stuðlar sjálfstæðri þróun og hefur með því bæði hart og mjúk öryggi, hard and soft security. Mannlegt og samfélagst öryggi hefur aukist með aðgerðum eins og hreinsam umhverfis, mat á líffræðilegri fjölbreytni og stuðningi við friðlýs svæði, eftirliti með mengun og áhrifum loftslagsbreytinga, undirbúningi fyrir leit og björgun og hreinsam olíumengunar, auk efnahagslegrar þróunar. Stuðlað var að ríkist og hernaðaröryggi með óbeinum hætti með því smá saman að byggja upp traust með vísindadiplomatíu eftir kalda stríðið. Framfarirnar sem náðst hafa nú í verulegri hættu. Ég vil í dag leggja áherslu á þann árangur sem hefur náðst, þær áskoranir sem bíða næsta 4 ár og hvers vegna það þess virði að bjarga ráðinu, en þó ekki hvað sem það kostar. Þann 12. maí síðastliðinn lét Noregur af formennsku í Norðurskautsráðinu og Danmörk tók við. Fundurinn og blaðamannafundur sem haldinn var af þessu tilefni gefur tilefni til bjartsýni að ráðið muni lifa áfram. En trú á að störf þess árangursríkt takmarkið. Ráðið verður í fyrsta sinn leitt af Inuk sendiherra, Arctic Ambassador og Chair of Senior Arctic Officials, reyndum diplomata Kenneth Högg frá Grænlandi. Reynd grænlensk stjórnmálakona Vivian Motzfeldt mun stýra ráðherrafundum. Norðurskautsráðið varð til úr Arctic Environmental Protection Strategy, IEPS, og það var stofnað á grundvelli samvinnu í vísindum. Einkum með það að markmiði að efla vísindalegan skilning á umhverfisvandamálum á norðurslóðum og leita lausna á þeim. Ottawa-yfirlýsing Stoppskjal ráðsins segir að markmið þess sé að veita vettvang til að stuðla að samvinnu, samhæfingu og samskiptum með norðurslóðaþjóða með þátttöku frumbyggja samfélaga á norðurslóðum og annarra íbúa svæðisins í sameiginlegum málefnum svæðisins, einkum málefnum varða sjálfbæra þróun og verndum umhverfis á norðurslóðum. Norðurskautsráðið hefur verið leiðarljós vísindadiplomatíu, byggt upp traust milli austurs og vesturs og notað sér orðalag kalda stríðsins, fært frumbyggja í forgrunn og nýtt sér þeir þekkingu. Vísindadiplomatíu getur aðeins starfað þegar samstæða vísindin. Það þýðir ekki endilega samhljóða niðurstöður rannsókna. Í raun vaksa vísindi í gegnum mismunandi skoðanir með því að spyrja nýja spurningar og leita að nýrri þekkingu. En vísindadiplomatía byggist á samkomulagi vísindalega aðferðafræði. Hvað telst sem sönnunargagna, hvað satt og hvað rangt og aðgreiningu staðreynda frá hugmyndafræði. Samstarf vísindamanna nú í meiri hættu en nokkru sinni á þeim 30 árum sem ráðið hefur starfað og þetta gæti enn versnað. Samvinna innan Norðurskautsráðsins hefur alltaf byggt á vísindum. Loftslagsbreytingar hafa verið rauði þráðurinn í nær öllum verkefnum þess, þar sem íbúar norðurslóða verða vitni að umhverfisbreytingum sem gerist hraðar en í flestum öðrum heimshlutum, eins og við heyrðum frá ráðherra. Aðal orsakir þessara breytinga, losun gróðurhúsalofttegunda,
eigi sér uppruna í fjarlægum íþnaðarsvæðum og ekki hægt að stjórna þeim frá norðurslóðum. En í dag hafnar hins vegar eitt aðildarríki staðfestum loftslagsvísindalegum niðurstöðum. En það ekki einu sinni stærsta vandamáli fyrir Norðurskautsráðið. Ríkið hafnar grundvallarreglum hinnar vísindalega aðferðar. Þetta kemur ekki aðeins fram í stöðvun loftslagsrannsókna, heldur eining með því að hafna vöktum vísindamanna á græðum vatns og loftslag, áratöku heilbrigðs vísindarannsóknum á bóluefnum, frjósemi og einhverfu sömuleiðis hafnast til að styðja við pólitísk markmið. Þetta sést í beinum árásum á háskóla, samdrætti í veitingu rannsóknastyrkja og til heilbrigðsþjónustu. Gervigreind artificial intelligence notað til að flagga ákveðum óæskilegum orðum svo sem loftslagsbreytingar, frumbyggjasamfélag, jöfnuður, kyn og konur. Þessi aðferð vísindum hamlar getur bandaríska vísindamanna til að vinna að ýmsum verkefnum Norðurskautsráðsins. Ekki aðeins þeim sem beinast af loftslagsrannsóknum heldur eining vinnuhópum sjálfbæra þróun, til dæmis lykilverkefninu jafnræði kynjanna á norðurslóðum sem Ísland leiðir. Vísindadiplomatía byggir á vísindum. Í öllum aðildarríkjum Norðurskautsráðsins fjárveitingar, jafnvel friðsamlegustu aðstæður, takmarkaðar og rannsóknarmálefni Norðurskautsins þurfa að keppa við aðra almannaþjónustu, svo sem heilbrigðisþjónustu, menntun, innviði, varnargetu og fleira. En öll þess svið eining nauðsynleg fyrir mannleg öryggi. En þegar norðurslóðir hitna, bæði í myndlíkingu og bókstaflega, verður fjármögnun vísindarannsókna sífellt erfiðar. Ástandið sérstaklega slæmt í Russlandi vegna kostnaðarsamar innrásar á hernáms í Úkraínu. Það versnar hratt í Bandaríkjunum vegna pólitískra ákvarðana að skera niður framlag til vísinda og útiloka rannsóknir sem ríkisstjórninni þóknast ekki af pólitískum ástæðum. Norðurslóðin undir þrýstingu á að auka fjárveitingum til varnarmála, sem viðbragð við aukinni frá Russlandi, skýrum kröfum frá Bandaríkjunum og yfirlýsingum að Bandaríkin muni ekki standa við skuldbindingar sinnar samkvæmt 5. grein NATO til varnarsamstarfsríkjum í Evrópu. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, kallar eftir framlagi til varnarmála sem nemur 5% af vegli landsframleiðslu GDP. Og Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, hefur lagt til að ríkin eyði 3,5% af landsframleiðslu beint í varnarmál og að auka 1,5% í önnur málefni til tengjast öryggi þeirra. 5% alls. Iðulega spurt hvaðan þessi peningar eiga að koma. Ekki dugar til að lönd auki getur sinna til að mæta þessum markmiðum með því að auki vergra landsframleiðslu því krafan 5% landsframleiðslu. Hver sem hún You can't grow your way out of this problem. Persónlega tel ég að þessi markmið verða líklega aldrei náð. Lönd eins og Ítalía þegar að reyna að flokka ákveðum útgjöld sem varnarmál til að ná 2% markmiði. Útgjöld á Íslandi ná ekki 1%. Og þar sem markmiðin eiga að nást fyrir áður 2032 gæti fernar þingkostningar og tvennar forsetakostningar í Bandaríkjunum þangað til leið til verulegar stefnubreytingar áður en þessi markmið nást. Þrátt fyrir það beinir aukin áhersla á öryggis og varnarmál ekki aðeins fjármagni frá vísindarannsóknum, heldur beinir því jafnrætt í vísindarannsóknir á sviðum sem þjóna við markmið í öryggis og varnarmálum, a securitization of science funding. Heilsa, umhverfi, menntun, lögfræði eða blue skies eða hreinar vísindarannsóknir án tillits til hagnýtra markmiði kunna að vera sett til hliðar á meðan takmarkið í fjármögnun beint til hernaðar öryggismála og öryggismála stóru fyrirtækja. Og svo Grænland. Grænlenskar diplomati Kenneth Hög, eins og ég sagði, sendiherra Norðurslóða og æðsti embættismaður Norðurslóða. Þingkona utanríkisráðherra Grænlands, Vivian Motzfeldt, mun stýra ráðherrafundinum. Með þeim í líði Sara Olsvik, formaður Inuit Circumpolar Council. Þau mynda öflug teymi sem sinna grænlenska forystu og sérfræði þekkingu. En þau taka að sér forystuna á tímum þegar tilvist ráðsins í hættu. Í fyrsta sinn í sögu ráðsins hefur eitt aðildarríki lýst yfir vilja til að innlíma landsvæði annars aðildarríkins og hafnar ekki beitingu hervalds til að ná þeim markmiðum. Það til sönnunargögn njúsir Bandaríkjanna á Grænlandi,
vinna þjóðir í yfir 80 ár. Það verður sífellt erfiðara að halda fundi embættismanna og fulltrúa frumbyggja og ekki síst ráðherrafundi í Grænlandi eða Danmörku. Reyndar var ráðherrafundurinn 12. maí haldinn alfarið rafrænt með aðeins nokkrum þáttökunum í Tromsø, þar á meðal Kenneth Vivian og Sara Olsvik. Erik Karlsson, norðurskauts embættismaður, senior Arctic official, sem skipaði var af Biden, tók þátt fyrir hönd Bandaríkjanna á netinu. Þetta bendir til þess að norðurskautsráðið sé enn frekar niðurlega á forgangslista Bandaríkjanna og þessi staðreynd gæti í raun verið til þess að bjarga því. Sú staðreynd þessi breytingaformennsku norðurskautsráðsins sem fær jafn litla athygli gefur okkur í raun von að samstarfið haldi áfram á þessum mikilvægum sviðum mannlegs og samfélags öryggis. Ráðherrar samþykktu það sem þeir kalla statement, yfirlit, ekki declaration yfirlýsingu, eins og venjan Heldur styttri texta sem nefnir í raun ekki neina niðurstöðu vinnuhópa. Heldur hefur að geyma almennt hlutlaus yfirlit störf ráðsins. Sú staðreynd að tekast að semja þessa statement þegar framfara skref frá árinu 2019. Á ráðherrafundinum í Rovaniemi 2019 neitaði Mike Pompeo, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, að samþykkja nokkurn texta sem viðurkenndi loftslagsbreytingar og hins ríkin neituðu að samþykkja texta sem hunsaði þær. 2025 statement bendir til samstöðu vilja til að halda starfsemi norðurskautsráðsins áfram. Þótt forðað sé að nota hugtakið loftslagsbreytingar, viðurkennir formáli textins að á síðustu 45 árum hafa hlýnun á norðurslóðum verið hraðari en að meðaltali í heiminum. Í kafla loftslags og umhverfi einnig vísað til breytinga sem að hluta til eru knúnar áfram eða hraðað af loftslagsbreytingum. Formálinn viðurkennir einnig eintagslega bundin og sameiginlegt réttindi frumbyggja á norðurslóðum. Þetta ekki léttvæg atriði. Verkaætlanir voru samþykktir fyrir hvern vinnuhóp, þar með talin sérfræðingahópinn svart kolefni og metin. Þar á meðal mjög verkefni sem byggja á eða eru mjög undir áhrifum loftslagsvísinda. Verkefnaskýrslur vinnuhópanna eins og Arctic Circle Climate Update frá AMAP, Effective Area-Based Conservation Measures frá PMOCAF og Emerging Risks in the Arctic frá EPPR snúast allar loftslagsbreytingar. Sérfræðingahópurinn svart kolefni hefur í raun enga merkingu nema við séum meðvitund hver vegna það skipta máli að fylgja með losung svarts kolefnis og metans. Norðurskautsráðið hallar áfram en framtíð þess langt því að vera örugg. Í eigin ræðu lét rússneski embættismaðurinn þó í ljós ákveðnar viðvaranir. Hann kallaði statement málumiðlun a compromise og benti á sameiginlega skuldbindingu styrkara hlutverk norðurskautsráðsins. Leið endurtók hann áhyggju Rússa að því að þeir væru jaðarsettir í störfum ráðsins, með óbeini hótun að Rússland myndi kollvarpa ráðinu ef það yrði ekki fullu með í ráðum. Hann sagði, "It is not in the interest of the Arctic Council itself to continue functioning in this intermediate state. Failure to resume its fully-fledged work in the foreseeable future will not only undermine the Council's international credibility and the trust in it, but will also inevitably raise the question of its added value in general." Péturi Vörumäki, sendiherra Finlands og senior Arctic official, sagði, "It is often said that the Council does not deal with security, but this is clearly a misunderstanding. The Ottawa Declaration bars us from addressing military security, but the Council has a key role to play in other forms of security, just to mention wildfires as one example. These are all achievements that we do not want to lose, do we? The existence and the vitality of this Council will remain crucial to all the Arctic states and the Arctic people." Ég sammála, sendiherra Vörumäki, ég vil ekki missa Norðurskautsráðið og ég reiðubúin að horfast í augu við að það dragi úr starfsemi sinni og starfi þannig að ekki fari mikið fyrir því þar til betra pólitískt afslutsloft skapast. En öryggi, bæði hernaðarlegt og mannlegt, krefst þess að Norðurlöndum og Kanada standi vörð alþjóðlega réttaríkið, eins og við heyrðum frá utanríkisráðherra. Við eigum að vernda the international rule of law, the rules-based international order og réttaríkið alþjóðlega. Í ljósi hótana bæði frá Rússlandi og frá Bandaríkjunum.
Þessi ríki verður að krefast þessi ríki ég meini Norðurlönd og Kanada, verður að krefjast þess að öll ríki standa við þjóðréttarsáttmála, það sem þau hafa gert í grundvallarregluna Pacta sunt servanda, hvort sem það 4. málsgrein, 2. grein sáttmálans Sameinuðu þjóðanna eða 5. grein Washington sáttmálans. Og í því felst krafa að við verðum vestræna og frumbyggja vísindaaðferð, viðurkennda vísindalega niðurstöður, vísindastofnanir og vísindamenn sem sæti sífellt svæsnari árásum bæði í Russlandi og í Bandaríkjunum. Ef verðið sem við greiðum fyrir að standa vörð þessa grundvallargildi sem tryggja öryggi okkar allra að reyta Putin eða Trump til reiði og þeir hafni Norðurskautsráðinu, þá verður það bara svona. Framtíð Norðurskautsráðsins sem alþjóðlegs vettvangs frekar en alþjóðleg stofnun samkvæmt sáttmála veltur á pólitískum vilja, líkt og alltaf áður. En þennan vilja gæti skort til skemmri tíma. Kæra þakkir fyrir þetta, Rachel, og sérstaklega fyrir að vekja nauðsynlega athygli að því hlutverki sem vísindamenn sinna hérna í tryggingu öryggis hér á norðurslóðum. En nú komið, held ég, að kaffipásu og ég held okkur gefst tími til þess að kannski koma hinga aftur kortir, ekki seinna en kortir yfir, held ég, til að halda áfram. Takk hérlega. Þannig að þið kíkir bara hérna upp, það ætti verið að handa við dyrnar.
Ég ætla bara að byrja þá, það fólk á netinu sem að fylgjast með og annars trýtlaði fólk bara inn held ég. Hefðu, næsta erindi þessa fundar að tilheyrir henni Soffíu Guðmundsdóttir sem hefur unnið við málaflokka umhverfis orku og loftslagsmála í yfir 30 ár og hefur gegnt því starfi sem framkvæmdastjóri PAME starfshópsins í 25 ár sem markar stefnu Norðurskautsráðsins í verndun og sjálfbæra nýtingar á hafsvæðum norðurslóða. Hún hefur verið stundakennari í heimskautarétti hér á Háskólanum á Akureyri frá árinu 2012 og árinu 2022 til 2005 sat hún í stjórn Landsvirkjunar og í endurskoðunarnefnd þess. Áður starfaði hún meðal annars sem ráðgjafi hjá Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna og við verkefnastjórnun á framkvæmdum og hönnun frárennslis og urðunar mannvirkja hjá verkfræðistofu í Seattleborg. Og í dag mun Soffía fjalla auknar siglingar á norðurslóðum. Heyrðu, þú verður að vera, býttu, hvernig ger ég þetta? Já, þú ætti bara að íta á hérna. Já, þú verður að gera þetta fyrir mig. Líka gerast þetta í bakvið tjöldin, sko, samtíma. Það er eitthvað voðalega mikið að sveiflast, ég kem ekki við neitt. Hérna, og svo fær ykkur að þessu. Aðtöku. Nei, þetta er ekki komið hérna, ég vil sjá. Þetta ætti að komast. Þú verður að vera, ég kann ekki það svona. Ég veit að það er bara að vera að stjórna þessu. Það er einhver að stjórna þessu, það er komið draugur í tölvuna. Það er draugur í tölvunni. Það er bara að vera endur opnað, held ég. Það átt að komið. Ætti að vera það. Já, þú sem segir, það er einhver að vinna í þessu. Það er að vinna í þessu. Afstakið þetta. Hver er að þessu? Það er með teimi yfir herbyggi. Já. Nú er þetta komið. Gjörðu svo vel. Og býttu sér, og íti á þennan. Svo ítur bara á endur. Já, ok. Eða það. Jæja, hérna, ég mun sennilega taka annan og jákvæðari vinkil á umræðuna norðurslóðir og norðurskautsráðið því okkar upplifun í þeirri vinnu er frekar jákvæð, reyndar mjög jákvæð. Það er mikið að vera, mikið af verkefnum, góð samvinna á vísindalegum grunni, auðvitað á sérfræði grunni. Og það er það sem skiptir máli og ég kannski byrjaði að segja reyndar, hæstvirtur ráðherra, háskólarektor og aðrir gestir. Norðurskautsráðið er samstarfsvettvangur ríkisstjórna þeirra 8 landa sem liggja að norðurslóðum og er fessi í sessi sem mikilvægasti starfsvettvangurinn málefni sjálfbærrar þróunar, umhverfismál og áhrifa lífríkis vegna loftslagsbreytinga á norðurslóðum frá stofnun þess. Og í þessu samhengi langar mig að bara segja að þessir málaflokkar eru í reynd mikil öryggismál fyrir okkur sem samfélag og samfélög á norðurslóðum og skipta okkur miklu máli í því samhengi. Innrásin í Úkraínu árið 2022 hafði veruleg áhrif á starfsemi ráðsins þegar 7 aðildarríki ákváðu að stöðva samstarfið Rússa innan ráðsins sem leiddi til þess að mörg vísindatengd verkefni voru sett í tímabundna bið. Þrátt fyrir þetta þá tókst að viðhalda grunnstarfsemi ráðsins og í febrúar 2023 var þessari tímabundna stoppi aflétt að hluta en ég veit nú ekki hvað, en formlegi fundir ráðsins eru núna einungis haldir í fjarfundabúnaði og á starfsemi vinnuhópana. Hún hefur aukist mikið og er frekar blómleg í dag og sérstaklega þetta fór svolítið eftir því hvaða vinnuhópar hvaða vinnuhópar við vorum að tala PAME skrifstofan sem er hér á Akureyri, við vorum með mörg verkefni og við þurftum ekki að frysta nein verkefni, þetta hafði svolítið mikið með það að gera hvort að afkoma Rússa var bein eða óbein inn í verkefni og Rússar hafa aldrei verið mikið að leiða verkefni innan PAME þannig að í raun og veru var þetta ákveðin heppni sem mætti segja sem svo. Við erum Norðurskautsráðið samanstendur af 8 aðildarríkjum eins og ég sagði og við höfum 6 samtök fyrir byggja á norðurslóðum sem eru með stöðu sem fastir þátttakendur og þeir hafa virkað þáttöku í þessu samstarfi og skiptir þá mjög miklu máli. Við erum með 6 vinnuhópa
og það eru 38 áheyrnarfulltrúar sem samanstanda af 13 ríkjum, það eru 8 Evrópuríki og 5 Asíuríki og síðan erum við að auki með 25 alþjóðastofnanir og ýmiss konar samtök sem eiga ekki beina aðild að ráðinu en þeir takast þátt í samstarfinu og einkum innan vinnuhópana og leggja þar inn mikla og koma með inn mikla sérfræði þekkingu og taka þátt í einstökum verkefnum þess. En eins og hefur komið fram þá formennska í ráðinu, hún gengur á milli aðildarríkjanna á 2 ára fresti og þann 12. maí 2025 þá tók Danmörk við formennska á Noregi og þar leggur formennska Danmerkur með forystu Grænlands áherslu á sjálfbæra þróun, réttindi frumbyggja og verndun norðurslóða. Nei, ég ítti okkur vitlaust núna, þið verður að afsaka mig. Bara benda hérna á það að af þessum 6 vinnuhópum þá eru fastar skrifstofur 2 vinnuhópa ráðsins, annars vegar vinnuhópsins sem fer með málefni tengdu gróðurfari og dýralífi og líffræðilegum fjölbreytileika, það er CAF-skrifstofan og hins vegar skrifstofan sem fer með málefni tengdu stefnumótun og vernd hafsvæða norðurslóða og það er PAMI-skrifstofan sem eru báðar með aðsetur hérna á Borgum á Akureyri. Og það má segja að staðsetning þessara skrifstofa í samræmi við norðurslóðastefnu Íslands, þar sem áhersla lögð á að hluti af starfsemi Norðurskautsráðsins fari fram á Íslandi. Og á þessum skrifstofum starfa nú 7 manns. Þetta fyrirkomulega hefur reynst Íslandi mjög vel, einkum ljósið þess að alþjóðaskrifstofur að ræða sem einbeita sér að málefnum norðurslóða þar sem hagsmunir Íslands eru ríkir. Þetta er stefna, hér er stefna, Norðurskautin 8 gefa hvert sig út landstefnur málefni norðurslóða sem eru uppfærð nokkuð oft og þar á meðal erum við með stefnu Íslands í málefni norðurslóða frá 2021 og það er sennilega kannski að fara að huga því að uppfæra hana í ljósi þeirra tíðinda sem við lifum við í dag. Hún felur í sér 19 áhersluatriði sem lúta meðal annars að stöðu Íslands innan svæðisins, mikilvægi Norðurskautsráðsins og hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna auk loftslagsmála og sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda og öryggis- og viðskiptahagsmuna. Og hérna tók ég út nokkur áhersluatriði sem að tengja sérstaklega þeim verkefnum sem PAMI og CAF-skrifstofarnar vinna að. Það er að styðja áfram við Norðurskautsráðið í hvaða formi sem það verður. Ég læt það liggja milli hluta, setja umhverfismál, umhverfisvernd og öndvegi og þar á meðal verndur lífríkis, norðurslóða og líffræðilega fjölbreytileika og standa vörðum heilbrigði hafsins og að vinna því að efla vöktun og tryggja betri öryggi í samgöngum og þar með að auka og bæta notkun á til dæmis gervihnattarkerfum sem að PAMI-skrifstofan og ég mun tala það rétt og eftir, að nýta sér í dag. Síðan að styrkja stöðu og ímynd Íslands sem norðurslóðaríki og að lokum að styðja við alþjóðlegt vísindastarf á norðurslóðum, nei þetta var ekki að lokum, og að lokum að efla Akureyri sem miðstöð norðurslóða. Þetta er já. Og hérna bendi ykkur á það að fyrir utan Noreg þá starfrækir Ísland stærstu starfstöð Norðurskautsráðsins hér á Akureyri. Að fara aðeins yfir skilgreininguna á norðurslóðum. Það er engin ein alþjóðleg viðurkennd skilgreining á norðurslóðum. Það eru mismunandi stofnanir og fræðigreinar skilgreina svæðið út frá landafræði, loftslagi, vistfræði eða stjórnsýslulögum mörkum. Hérna eru dæmi til dæmis hvernig PAMI notar til dæmis skilgreiningu á norðurslóðum. Það er þessi bláa lína og þetta er í tengslum við gagnagrunn siglingar á norðurslóðum. Þetta er mjög víðtæk skilgreining og tekur tillit til allrar efnahagslögsögu Íslands og síðan er EIMAP sem er í vísindahópur og CAF. Þær eru með sínar skilgreiningar og þetta tengis mjög mikið þeirra vinnu og þeirra vísindavinnu í það og það skiptið.
Íslenska efnahagslögsan er kannski ekki heild sinni innan allra skilgreininga en lega landsins kallar á að hagsmunir Íslands séu ekki skilgreindir landfræðilega þröngt heldur sé litið á norðurslóðir sem heilstæð svæði í vistfræðilegum, efnahagslegum, pólitískum og öryggistengdum skilningi og samkvæmt viðmiðum sem gjarnan eru notað fellur Ísland að mestu eða öllu leyti innan marka þeirra sem og stærstu hluti efnahagslögsögunnar. Hefur Ísland þannig sérstöðu sem eina sjálfstæða fullvalda þjóðríkið sem tilheyrir fullu norðurslóðum ef við höldum okkur við þá skilgreiningu og er mikilvægt að halda þessu til haga. Fer hérna núna aðeins yfir bara það sem er að vera í PAME vinnuhópnum sem að við erum í forsvari fyrir og starfrækjum 5 sérfræðihópa. Þeir eru sérfræðihópar siglingar, verndun hafsvæða, vistkerfi hafsvæða, rusl og plast í höfum og sjálfbær auðlindanýting, olíu, gas og málma. Þetta eru mjög virkir hópar, stórir hópar, siglingar auðvitað, stæðstu hóparnir þegar við erum með fundi, okkar fundir eru allir núna haldnir á netinu, það eru 150 manns sem mæta á þessa fundi, það er mikill áhugi og þessi sérfræðihópar samanstanda af sérfræðingum frá norðurslóðaríkjunum, frumbyggjasamtökum og áheyrnarfulltrúum þegar kemur þó einhverjum að sérfræðihópi í siglinga, þá vinnum við mikið til dæmis með alþjóða siglingamálastofnuninni, þannig að það er mjög mikið virk þáttaka í öllum þessum hópum og kemur mikið af, það er margar skýrslur sem að koma frá úr þessari vinnu. Til dæmis vorum við með, þessi sérfræðihópar vinna framgangi verkefnana hjá okkur sem eru þeir eru bæði mörg og þeir eru mismunandi stór og það eru margar skýrslur sem hafa verið gerðar. Þær eru yfirleitt gefnar út á 2 ára fresti í formi annaðhvort lokaskýrsla ákveðin verkefni eða þá stöðuskýrsla sem á við langtíma verkefni hjá okkur. Og á fundi Norðurskautsráðsins 12. maí síðastliðinn þá lagði PAME fram 26 skýrslur, þar af voru 26 skýrslur og af þeim 63 skýrslum sem allir vinnuhópar ráðsins lögðu fram fyrir þennan maífund, þá voru 31 skýrsla, nær helmingurinn sem kom frá þessum 2 skrifstofum sem eru með aðsetri á Akureyri. Það voru 5 frá KAF og svo vorum við með sameiginlegar 4 skýrslur, þannig að það er mikið að vera í þessum vinnuhópum og það sýnir bara reyndar áhugan á allavega þessu á sérfræði hjá sérfræðingum í þessum vinnuhópum. Starfsemin eins og hún mjög öflug og við vinnum náið saman og erum með sameiginleg verkefni KAF og PAME hóparnir. 12. maí þá var samþykkt, ótrúlega með virðast, vinnuplön vinnuhópa ráðsins til 2 ára. PAME vinnuplanið samþykti yfir 40 verkefni fyrir næstu 2 ár og það eru bæði 2 ára verkefni og svo eru þessi langtíma verkefni og við munum standa að málstofum, stærri fundum og ráðstefnum, það hluti af þessum verkefnum og þau skiptast eftir sérfræðihópunum, eins og sjá má þá siglingahópurinn, hann með flest verkefnin, en þetta eru samtals 42 verkefni sem við erum að vinna að núna næstu 2 árin í formennsku Danmerkur. Fara í aukningu í skipaumferð. Við höfum PAME með, þetta eitt af stærstu langtíma verkefnum PAME og reyndar Norðurskautsráðsins í heild sinni, það gagnagrunnur siglingar á norðurslóðum. Þessi gagnagrunnur var settur á laggirnar 2017 og það sem sérstakt við þennan gagnagrunn og gerir hann ennþá mikilvægari að þegar hann var samþyktur, þá voru meðlimir gagnagrunnsins, þá eru þeir 7 af 8 aðildarlöndum Norðurskautsráðsins. Rússar höfðu ekki áhuga að vera meðlimir í þessum gagnagrunni
sem gerði það að verkum að þegar við fórum í þetta stopp og þá hafði það engin áhrif á þessa vinnu. Þessi gagnagrunnur mjög mikilvægur og hann nota gervinetti til að safna gögnum skipaumferð, þar sem fást meðal annars ítarleg gögn þróun umferðar, fjölda skipa, tegundir þeirra, stærð, uppruna, útblástur og fleiri umhverfisnefnda þætti sem að skipta máli í okkar vinnu, sem eru að meta hin ýmsu umhverfis áhrif út frá siglingum. Við erum ekki að skoða siglingar beint, það er ekki aðalatrið, heldur við að skoða áhrif siglinga á umhverfi norðurslóða. Við höfum fjöldi notanda hefur verið yfir 350 frá upphafi, frá yfir 80 stofnunum, en gögnin hafa meðal annars verið notuð til að sýna fram á breytingar og þróun siglinga yfir ákveðin tímabil og þetta hefur nýst stjórnvöldum, háskólum, ýmsum stofnunum og rannsóknarverkefnum bæði innan og utan ráðsins og PAMI-skrifstofan heldur utanum þá aðila sem hafa áhuga að fá aðgang að gagnagrunninum. Þetta kort sýnir svæðið sem gagnagrunnurinn nær yfir og safnar alls konar gögnum siglingar. Við höfum því aðgengi að mjög víðtækum gögnum siglingar á þessu svæði sem hefur nýst okkur í að greina ýmsa umhverfisþætti þeim tengdum. Það er stöðugt unnið að þróun gagnagrunnsins og bæta við fítusum og gera hann betri. Hér er eitt lítið dæmi notkun gagnagrunnsins. Hér má sjá pólkóðasvæðið sem hefur verið skilgreint af Alþjóða siglingamálastofnuninni og gildir skip sem sigla á norðurskautssvæðinu. Einnig gildir þetta líka suðurskautssvæðið. En markmið kóðans er að auka öryggi siglingaskipa og verndun umhverfis með því að draga úr hættu á mengunarslysum á þessu viðkvæma svæði. Og við höldum árlega fundi hjá IMO, í samstarfi við IMO einmitt pólarkóðan og framgöngu hans. Þessi gögn sýna innan þessa svæðis hefur skipum fjölgað jafnt og þétt undanfarin ár. Það er fjöldi einstakra skipa þar sem hver skip er aðeins talið einu sinni þrátt fyrir að það geti farið nokkru sinnum inn á svæðið því þeim hefur fjölgað 37% á 11 árum eða frá 2013 til 2024. Og hér má sjá þróunina frá ári til árs og hún er bara upp á við. Og þarna er aðeins talin upp stærri skip sem eru með staðsetningabúnað en þetta er ekki minni skip. Eins og sjá má, það hefur þróun stöðugt verið vaxandi. Síðan sama má segja síldavegalengd í sjómílnum, en gagnagrunnurinn reiknar út hversu marga sjómílur hver skipin á svæði siglir og ef maður leggur saman fjölda sjómíluna fyrir hver skip, má sjá mikla aukningu. Eða þá hafa síldarsjómílur tvöfaldast á síðustu 11 árum eins og sjá má hér. Líkt og yfir fjölda skipa þá er þróunin stöðugt vaxandi og að einhverju leyti, það er alltaf ástæður, þá má skoða hérna tvær megin ástæður, aukningar á siglingum í fjölda skipa og síldra sjómílna innan svæðisins eru meðal annars 2 risaverkefni, annars vegar Mary River náman í Nunavut, Kanada, þar sem járngrýtið er unnið, og hins vegar Jamal jarðgasverkefnið á Jamal-skaganum í Rússlandi sem er eitt stærsta og flóknasta þróunarverkefni í heimi á sviði fljótandi jarðgas. Jamal-gasverkefnið hófst formlega árið 2013 og felur meðal annars í sér umfangsmikla innviðabyggingu þar á meðal gasvinnslustöðvar, hafnarmannvirki og ísbrjótar eru notaðir til flutninga norðaustur siglingarleiðina á markaði, bæði til Evrópu og Asíu, allt árið kring og þetta hefur átt sér stað frá 2017. Sama má segja Mary River námuna sem opnaði 2014. Og til að fá þessi gögn, þá þurfum við ekki að fara til Rússlands og biðja gögn. Gervinettirnir sýna þessar upplýsingar og skipta okkur miklu máli í víðu samhengi þegar við erum að skoða norðurslóðir og breytingar þar. En ástæðurnar auðvitað er þessi minnkandi hafís sem við sjáum á norðurslóðum í gegnum áratugina, bæði í útbreiðslu og þykkt hafísins vegna loftslagsbreytinga.
Og nú má kannski ekki tala loftslagsbreytingar en fyrir mér skiptir það ekki máli, þetta eru breytingar, hvað sem hver vill kalla það, þá eru þetta raunverulega breytingar. Og þetta hefur opnað aðgengi inn á hafsvæði norðurslóða sem áður voru á stórum hluta hulin hafís. Í kjölfari hefur skipaumferð aukist og meðal annars vegna þessara auknu umsvifa í náttúruauðlindanýtingu. Þessi þróun, hún kallar auðvitað á auki kröfu öryggi, umhverfisvernd og samstarf meðal annars á vettvangi Norðurskautsráðsins. Og eins og sjáum á þessu grafi þá sést að það sem af árinu 2025 þá hefur hafísinn aldrei verið eins lítill eins og það að raungerast núna þetta árið. 2012 var alltaf lægst en nú 2025 að fara að setja þeir eru að sýna okkur að þetta á minnkandi mjög hratt. Hér má sjá bara yfirlit yfir nokkrar skýrslur. Þetta eru bara nokkrar skýrslur sem dæmi frá PAME sem hafa nýtt sér þessi gögn úr gagnagrunnunum til að gera ítarlega rannsóknarskýrslur og stöðuskýrslur innan ráðsins. Til hægri á myndinni eru dæmi þau verkefni sem eru í gangi núna, nöfn verkefnana og hverjir sækja en þetta listi fyrir umsóknir aðgangi og notkun gagnagrunnsins síðustu mánuði. Hér eru háskólar frá Bandaríkjunum, það eru frá Hafrannsóknarstofnun hjá Noregi og Kanada, svo eru Kína, Ísland og Grænland, tvö frá Bandaríkjunum. En þetta eru bara sem dæmi hvernig umsóknir við erum að fá. Auk þess sem að New York Times núna að vinna grein siglingar sem mun nota þessi gögn. Bara stutt loka orð að Ísland ber ríka ábyrgð gagnvart norðurslóðum og þróun mála þar og hefur margt fram að færa á þeim vettvangi og almennt í umræðinu vernd og nýtingu á nyrstu svæðum jarðar með sjálfbærni og samvinnu að leiðarljósi í því ábyrgðarhlutverki að stuðla að hagfelldri þróun á norðurslóðum. Og meðal annars skiptir máli að styðja áfram við norðurskautið sama í hvað formi það verður og einnig að halda því til haga að Ísland sem eina sjálfstæða fullvalda þjóðríkið sem getur sagt að það tilheyri að fullu norðurslóðum ber mjög mikla ábyrgð gagnvart þessu svæði. Og að lokum við þurfum að huga því að hafa forgöngum að nýta og efla þau mikilvægu verkefni sem eru unnin innan Norðurskautsráðsins á vettvangi vinnuhópana og sérfræðingana sem hafa þar aðkomu og tryggja aðkomu innlendra sérfræðinga í þessari vinnu til langtíma. Takk fyrir. Kæra þakkir fyrir þetta, Sofía. Það manni augljóst það mikilvægi PAME leggur en brýnni áherslu á nauðsyn þess að viðhalda starfsemi og samstarfi Norðurskautsráðsins til tryggingar þá félagslegs og umhverfislegs öryggis okkar hér á Íslandi og vissulega á öllum norðurslóðum sem maður ekki gleyma. Næst hún Dr. Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, prófessor og deildarforstjóri félagsvísindadeildar Háskólans á Bifröst. Hún fræðimaður, rithöfundur og fyrrverandi alþingismaður og á árunum 2009-12 var hún formaður Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins og skeið forseti þess. Hún var varaforseti Norðurlandaráðs 2015-16 og hún með doktorsgráðu í íslensku bókmenntum og þjóðfræðum frá Háskóla Íslands, auk náms í stjórnunarfræðum við viðskipta- og hagfræðideild sama skóla og var skeið gestarannsakandi við Kaupmannahafnar háskóla. Og nú kemur hún til okkar með þá brennandi spurningu í huga: hvað að óttast Ísland og norðurslóðir í breyttum heimi? Kæra þakki fyrir fallega kynningu. Rektor, deildarforsetar og aðrir góðir áheyrendur, ég vil nú byrja því að þakka fyrir að vera boðin hingað á þessa málstofu til þess að segja aðeins frá annarri ráðstefnu sem bar nánast sama heiti og þessi og var haldin í Norræna húsinu í síðustu viku undir yfirskriftinni Ísland og norðurslóðir í nýjum heimi, ógnir og öryggi, áskoranir og tækifæri.
Og eins og hefur margoft komið fram hér í dag og við þekkjum að þá það hinn breytta heimsmynd sem hefur átt sér stað á örskömmum tíma sem að knýr okkur til þessara umræðu núna, æ ofan í æ. Áhugi Bandaríkjaforseta á Grænlandi og Kanada og þessi breytta staða og þessi breytta sýn á stöðu svæðisins í alþjóðasamfélaginu, hún krefst auðvitað endurmats á stefnumótun norðurslóða samfélaga í öryggis- og varnarmálum en líka í öðrum málaflokkum. Og þar kemur margt til álita sem að lítur að lífsháttum, almannaheill, umhverfisþáttum og fleiru. Og þess vegna efndum við nú til þeirrar ráðstefnu sem að ég var að segja ykkur, ætla nú að segja ykkur aðeins frá. Fyrirlesararnir sem þangað mættu, þeir komu úr ýmsum áttum og nálguðust umfjöllunarefnið frá ólíkum sjónarhólum og það óhætt að segja að erindin sem að voru flutt, þau endurspegluðu mismunandi hugmyndir, ólíka hagsmuni og þó sérstaklega ólíkar hugmyndir stöðu Íslands og norðurslóða í gjörbreyttri heimsmynd. Hvað ger ég núna? Íti ég bara örina, já. Meðal þess sem að fyrirlesararnir voru beðnir að hugleiða og koma inn á voru atriði á borð við þörf fyrir eftirlit og vöktun, samhliða skýrari lagaramma og endurskoðari stefnumótun til að takast á við nýjar öryggisáskoranir, þar á meðal netógnir og umhverfishættur og eins þá kalla nýjar aðstæður á aukið samstarf, þáttöku og stefnufestu þeirra ríkja sem í hlut eiga varðandi öryggisskipulagningu, ákvarðanatöku og viðbúnað og hugsanlega aukna hernaðarviðveru. Hvernig bregðast norðurslóðirnar við eða norðurslóðaríkin við í þessum aðstæðum? Hvaða skref farsælast fyrir okkur að stíga? Og hvernig getur vísinda- og háskólasamfélagið á norðurslóðum komið að gagni og hver staða þess eins og Rachel Lorna kom hér inn á áðan? Þetta voru þær spurningar sem beint var til fyrirlesarana og þeir leituðust við að ræða og svara hver með sínum hætti. Og það skemmst frá því að segja að erindin voru bæði fjölbreytt og áhugaverð og eins og þið sjáið á þessum lista hér, þá sköpuðust og væntamátti, þá sköpuðust afar athyglisverðar umræður í pallborðum bæði fyrir og eftir hádegi og ég mun hér á eftir staldra við helstu atriði sem að mínu mati stóðu upp úr sem umhugsunar efni að ráðstefnu lokinni. Sigríður Björk Guðjónsdóttir, ríkislögreglustjóri og Auðun Friðrik Kristinsson, framkvæmdastjóri siglingasviðs Landhelgisgæslunnar, gerðu grein fyrir fjölbreyttum verkefnum sinna stofnana, meðal annars vegna fjölþáttaógna sem að bæði lögregla og Landhelgisgæsla þurfa að geta brugðist við og verkefnum sem sífellt verða fleiri og flóknari. Verkefni Landhelgisgæslunnar snúast í síauknum mæli öryggis- og varnarmál til að mynda í tengslum við neðansjávar innviði, öryggi siglinga, skuggaflota og truflanir og staðsetningakerfum, svo dæmi séu tekið, sprengjuleit, sprengjueyðingu og fleira í þeim dúr. Og bæði komu þau, Sigríður Björk og Auðun, inn á hlutverk sinna stofnana í viðbragðsneti almannavarna og aðgerðir sem að grípa mætti til ef þjóðaröryggi ógnað. Bjarni Már Magnússon, prófessor og deildarforseti lagadeildar Háskólans á Bifröst, hann ræddi líkt og Auðun varnartengd verkefni og ég fekk lánaða þessa glæru hjá honum sem að samantekt á hans erindi. Sem sagt sérstöðu landfræðilegra legu Íslands, skilgreiningar á ýmsum hugtökum, réttar óvissu og hvað raunverulega felst í ákvæðum lagana þegar á reynir. Meðal þess sem að Bjarni ræddi og vakti sérstaka athygli mína og margra annara var aðgreiningar skylda alþjóðlegs mannúðarréttar á milli hernaðarlegra og borgaralegra viðfangsefna. En sá aðskilnaður hefur ekki verið skýr í íslenskri stjórnsýslu hingað til.
Borgaralegar stofnanir sem gegna hernaðarlegum verkefnum eins og til dæmis Landhelgisgæslan eru samkvæmt alþjóðalögum lögmæt skotmörk í stríði. Og þetta er eitthvað sem að ég efast að margir hafi hugleitt. En leið, og þetta vakti umhugsun, þá var áhugavert að hlusta á Bandaríkjamennina 2 sem voru með innlegg á fundinum og miðluðu báðir bandarískri sýn á málefni norðurslóða sem áhugavert er að sjá. Gregory Falco, dósent við Cornell University í New York fylki og stundakennari við Háskólann á Bifröst, rakti sögu varnarsamstarfs Íslands og Bandaríkjanna, allt frá miðri síðustu öld til dagsins í dag og velti upp mögulegum sviðsmyndum framtíðarinnar með sérstaka áherslu á nýja tækni og ógnir sem að byggja á henni. Nathan Stackhouse, norðurslóðasérfræðingur og yfirmaður öryggismála hjá bandaríska flughernum, talaði eftirlit og greiningar, nauðsynlegar varnir innviða, verkefni svo sem gullnu hvelfinguna eða The Golden Dome sem að hann sýndi ég fekk þessa glæru lánaða hjá honum, svona birtist sú áætlun, myndrænt og möguleikan á uppfærðum varnarsamningi milli Íslands og Bandaríkjanna og hvað sá samningur gæti falið í sér. Og það var auðfundið að báðir töldu að Ísland gæti lagt meira af mörkum til varnar- og öryggismála á norðurslóðum og Stackhouse lagði beinlínis til að við gengjum lengra en varnarsamningurinn gerir ráð fyrir með formlegu samstarfi upplýsingaveitur og öryggisgreiningar í skiptum við vernd Bandaríkjamanna fremur en að halla okkur að Evrópu. En þá kom að þeim erindum sem fjölluðu ekki hernaðarlega þætti. Rachel Lorna sem talaði hér áðan, sérfræðingur í heimskautarétti og prófessor hér við Háskólann á Akureyri, ræddi hlutverk Norðurskautsráðs, stöðu vísindasamfélagsins á norðurslóðum og hlutverk frumbyggjasvæðisins í ákvarðanatöku og sama umræðuefni var lagt til grundvallar í pallborðsumræðum undir stjórn Margrétar Jónsdóttur Njarðvík, rektors, og þar kom fram í samtali fræðimannanna að háskóla- og vísindasamfélaginu sannarlega ógnað eins og nú viðrar við stjórnvölinn í Bandaríkjunum. Og það líklegt til þess að gera vísindasamfélaginu erfitt fyrir varðandi kröfuna og þörfina á að rannsóknir og þekking verði lögð til grundvallar ákvarðanatöku og stefnumörkunar fyrir norðurslóðir. En ógnirnar eru fleiri. Ein þeirra lítur að því sem að ríkislögreglustjóri gerði að umtalsefni, en það félagslegt öryggi. Félagslegt öryggi undirstaða alls öryggis í samfélögum. Og inn í þann veruleika töluðu erindi þeirra Eiríks Bergmanns og Magnúsar Árna Skjöld, félagsvísindamannanna í hópnum, í hópi ræðumanna. Eiríkur talaði hinn nýja veruleika sem norðurslóðir og raunar heimurinn allur býr við og sem hann lýsir sem þríþættri ógn. Rússland og fulltrúi fyrir ytri árásir og blandaðan stríðsrekstur. Ameríka hörfar inn í viðskiptaþvinganir og pólitísk undirmál. Og svo eru það innri ógnirnar, það að segja vaxandi lýðskrum og samsæriskenningar og veiking lýðræði sem ég mun ræða aðeins betur og eftir. Lýðskruminu eða popúlismanum lýsir Eiríkur sem pólitískum sjálfsofnæmissjúkdómi. Hann birtist í ótta við fullveldisafsal eða sjálfræðismissi og ótta við sviksemi valdaklíka. En leið þá veikir hann samhæfðar varnir og lýðræðisstofnanir. Og Eiríkur leggur til nýja nálgun í varnarmálum norðurslóða. Hann telur að gamla tvíhyggjan austrið gegn vestrinu haldi ekki lengur
Lýðskrum innanfrá endurspegli áróður utanfrá og blandist þar saman við, en lýðræðisleg gildi séu í raunverulegri hættu. Norðurlöndin séu kjölfestan í lýðræðisþróun Evrópu nú stundir, en sú þróun og sú festa í hættu. Á sömu slóðum var erindi Magnúsar Skjöld sem hann nefndi raunar hlutverk Íslands í vörnum Evrópu, en fjallaði í reynd stöðu lýðræðisins í þeim heimshluta sem að hinga til hefur verið talin útvörður lýðræðisins. Og Magnús lagði út frá bók Barbara Walters frá 2021, How Civil War Starts. Það að segja, þegar lýðræði veikist, eykst hætta á innanlandsófriði og borgarastríðum og aðdragandinn sá að stjórnmálakerfi færast frá lýðræði til hálflýðræðis. Þegar ráðandi hópar telja sig missa forréttindi, eykst hætta á átökum og þjóðernishópar eða ethnic entrepreneurs nýta sér slíkt. Sig býr þetta svokallaða anocracy sem hvorki lýðræði né alræði og í því liggur mesta óstöðugleika og átakahættan. Og skilaboð höfundarins þau að borgarastríð og innanlandsófriður hefjast vegna pólitískra ákvarðana, en það má hindra með sterkum stofnunum og samstöðu. Og Magnús dregur fram af þessu tilefni þróun mála í Bandaríkjunum. Þar hefur orðið hraðasta afturför lýðræðis í sögu Bandaríkjanna. Árásir á dómstóla og réttaríkið, órökstuddar náðanir og dómsúrskurðum hafnað, veiking eftirlits, hreinsanir í ráðuneytum og brot á fjárveitingavaldi, hreinsanir í hernum, forystaskipuð einstaklingum með persónlega hollustu í fyrirrúmi, árásir á fjölmiðla, hótanir, útilokanir og ritstjórnar þrýstingur, stofnunum lokað, brotið gegn gagnsæi, trúnaði persónleg gögn og valddreifingar og svo framvegis. Staðreyndin nefnilega sú að lýðræði í heiminum hefur ekki verið veikara í meira en hálfa öld. 72% jarðarbúa búa nú við einræði og það hæsta hlutfall síðan árið 1978. Í lýðræðisskýrslunni sem kom út árið 2025 og kölluð VAFDEM, þar segir, dæmið af Bandaríkjunum sýnir hvernig einbeittar ákvarðanir framkvæmdavalds, hefndaraðgerðir gagnvart pólitískum andstæðingum og árásir og sjálfstæðar stofnanir geta fljótt grafið undan lýðræði, jafnvel í gamalgrónum lýðræðisríkjum. Og hverjar eru þá hinar raunverulegu ógnir sem allar aðrar ógnir stafa frá? Vissulega þurfum við að vera á varðbergi gagnvart utanaðkomandi ógnum, en við þurfum líka að huga að okkar innra öryggi, okkar innri festu. Rétt eins og ríkislögreglustjóri nefndi félagslegt öryggi sem undirstöðu alls annars öryggis í samfélagi, þá gildir það sama félagslegt óöryggi sem forsendu óróa og innri ógna. Veiking lýðræðis hvort tveggja í senn, alheimsógn og innanlandsógn. Á tímum þegar stríðið upplýsingarnar í algleymi, veltur lýðræði ekki síst á öflugu vísindasamfélagi, sjálfstæðum fjölmiðlum og virku þekkingarsamfélagi. Og hverjar eru þá varnirnar? Þegar allt kemur til alls þá lúta þær allar að innri uppbyggingu. Að byggja upp eigin getu til að bregðast við netógnum og upplýsingaóreiðu, sem og að verja eigin innviði og mikilvægustu stofnanir, ekki síst með skynsamlegri og vel hugsaðri löggjöf,
skýrri verkefnaskiptingu og skýrum valdsmörkum milli stofnana. Vörnin felst ekki síst í því að standa stífan vörð þau gildi sem eru okkur helgust, lýðræðið, vísinda- og þekkingastofnanir okkar, en ekki síður stöðu okkar í samfélagi þjóða á forsendum alþjóðalaga og samninga og samstöðu með vinveittum lýðræðisþjóðum. Þetta var nú niðurstaðan sem að ég gat dregið út úr þessari ágætu ráðstefnu og nú þakka ég fyrir gott hljóð. Takk. Mér sýnist að svara við spurningunni sé margt. Ég þakka þér fyrir viðhorfið mikilvægi þess að gæta þeim þróunum sem að geta átt sér stað hér innanlands en ekki einungis erlendis. Næst býð ég hæstvirtan sendiherra Íslands í málefnum norðurslóða og aðstoðar utanríkisráðherra Íslands, hana Bergdísi Ellertsdóttur. Ég er mjög uppnöðun af þessu að ég sjórn aðstoðar utanríkisráðherra. Já, en ég bara gera svo vel. Já. Takk kærlega og ég verð nú að segja eftir þinn fyrirlestur Ólína þá maður nú smá í sjokki sko. Þetta var nú ekki falleg mynd sem var dregin upp af ástandi í heiminum á þessari ráðstefnu sem að mér þykir mjög leitt að hafa mist af en takk fyrir að fara eins yfir hana og þetta snýst þó að norðurslóðir hafi ekki búið að góma en þá snertir þetta norðurslóði með þeim hætti eins og þú varst að tala Rachel þegar að vera að veikja vísinda- og þekkingasamfélagið sem auðvitað grundvöllurinn að öllu norðurslóða samstarfi og mér langaði líka því að takk Sofía fyrir alveg frábæran fyrirlestur sérstaklega PAME en svona heildstætt líka bara þetta vísindasamstarf sem fer fram á vettvangi Norðurskautsráðsins að þú talaðir að það mætti kannski ekki tala loftslagsbreytingar en ég held að sé mjög mikilvægt að aðgreina á milli hvað við getum fengið samþykkt í einhverja sameiginlega texta og það hvernig við tölum því að við tölum loftslagsbreytingar, hamfarahlýnun, jafnrétti og allt það skilurðu þannig að við þurfum að gæta okkur að því að við látum ekki kúga okkur til þess að nota eitthvað annað tungumál eða víkja frá okkar gildum. Þú nefndi líka stefnu Íslands í norðurslóðamálum frá 2021 og auðvitað margt úrelt í henni en grundvöllurinn ennþá svo sami. Það að segja það starf sem að lítur að sjálfbæri þróun sjálfbærum efnahagslegum uppgangi á norðurslóðum, vísindasamstarfi og svo framvegis. Það sem hefur breyst hið umhverfið og öryggismálin í kringum allt okkar starf á norðurslóðum. Þannig að það eru önnur ríki eins og meðal annars Danmörk sem eru með stefnu frá árinu 2020 og eru svona að endurskoða hana og við munum gera það í góðum tíma og gefa okkur góðan tíma til þess. En hins vegar verður auðvitað drepið á norðurslóðum og öryggi á norðurslóðum í þeirri stefnu sem nú verið að marka í samstarfi allra flokka og verður vonandi tilbúin í haust. Af því eins og þú bentir á líka að þá Ísland alfarið á norðurslóðum. Og það svona berið í bakkafullan lækinn að tala meira kannski svona norðurslóðir og öryggis- og varnarmál þeim tengdum. En ég ætla bara svona örstutt að segja að bara til að rifja upp að þegar Ísland fór með formennsku í Norðurskautsráðinu 2019-2021 og í kjölfarið og á sama tíma var þessi stefna unnin að þá var auðvitað annars konar alþjóðleg ógn sem að stóð starfi ráðsins fyrir þrifum sem að við erum ekki búin að gleyma núna sem var heimsfaraldurinn og COVID og margir vinnuhóparnir gátu ekki starfa og svo framvegis vegna þess að fólk hittist ekki í persónu á þeim tíma. En þrátt fyrir það þá var haldinn síðasti utanríkisráðherrafundur í ráðinu í Reykjavík 2021 og þar var heldur betur vel mætt og ég held að hafi verið í fyrsta skipti í sögu ráðsins sem að allir utanríkisráðherrarnir 8 mætt á fund og þar voru mættir Blinken og Lavrov og allir hinnir og og Rússland tók við keflinu af Íslandi.
og við vitum auðvitað hvað gerðist síðan, nokkrum mánuðum seinna. Og það mjög áhugavert að eitt af þeim, því sem að Ísland sett á oddinn á þessum tíma var að styrkja ráðið. En í raun og veru síðan hefur við gert allt bara til reyna til að halda því á lífi. Þannig að en þessi styrking eins og ég held, Rachel, að þú hafi minnst á að rússneski fulltrúin hafi sagt í ræðu sinni að við erum skuldbundin til þess að styrkja ráðið. Þannig að það ennþá á dagskrá. En eins og við þekkjum þá í kjölfar aðildar Finnlands og Svíþjóðar að NATO eru gjörbreyttar aðstæður og samráð ríkjanna 7 á öryggis- og varnartengdum málefnum hefur stóraukist og mér langar bara að nefna að Ísland hefur mjög mikið dregið þann vagn og margir svona lykilfundir þessara 7 ríkja hafa verið haldnir á Íslandi og þetta samstarf sérstaklega þétt á svona öryggis- og varnarmálasviðinu en það hefur einnig stóraukist á sviði á pólitíska sviðinu og svo má kannski nefna að Kanada svona dragast meira inn í samstarf ríkja eins og Norðurlandana af augljósum ástæðum. En það ýmislegt, ráðherra nefndi líka vaxandi samstarf Rússlands og Kína sem veldur verulegum áhyggjum og árið 2023 var Kína í fyrsta skipti nefnt sem einhvers konar ógn eða minnskosti áhyggjur af þeirra svona umsvifum og fyrirætlunum á leiðtogafundi NATO árið 2023. Og það var í fyrsta skipti og síðan þá hafa Kínverjar yfirleitt komið á fund við okkur til þess að mótmæla því að þeir komi þeirra svona áform eða og að þeir birtist með þessum hætti á vettvangi NATO. En ljóst að Kína mun vega enn þyngra í stefnun stjórnvalda í Vestanhafs en fyrr og mun án efa marka stefnu Bandaríkjanna á norðurslóðum og einnig gagnvart Íslandi sem reynda var raunin í fyrri tíð Trumps. Eins og þið munið þá voru heimsóknir eins og utanríkisráðherra Bandaríkjanna og varaforseta sem tengdust beinlínis áhyggjum þeirra af umsvifum Kínverja á Íslandi. Og maður kannski getur séð yfirlýsingar Trump-forseta yfirráð yfir Grænlandi í þessu samhengi og kannski skilaboð til Kínverja að halda sig fjarri yfirráðsvæði Bandaríkjanna. En við á Íslandi, við höfum vissulega notið góðs af vaxandi alþjóðlegum áhuga á norðurslóðum og fulltrúar annarra ríkja hafa sóst eftir áliti okkar og þekkingar á hinum ýmsum málum varða norðurslóðir og ég tek undir með þér, Sofía, að við okkur ber að sinna þessum málum vel og tryggja hagsmuni Íslands og stöðu á þessum vettvangi. Ég ætla aðeins að víkja að Norðurskautsráðinu sjálfu, þó að Rachel hafi farið vel yfir það. En mér langaði að nefna að í formennsku Noregs, en Noregur tók við af Rússlandi eins og þið þekkið, að þá tókst Noregi mjög vel að svona feta það einstigi, að vera ekki með mikil samskipti við Rússland, en halda Norðurskautsráðinu á lífi. Og þegar þeir tóku við, þá var eiginlega ekkert starf á vettvangi ráðsins, en það var ákveðið að hefja vísindalegt samstarf vinnuhópana með aðild Rússlands og en þeim var það þó það skilyrði sett að ekki yrði haldnir fundir og ákvarðanir öll samskipti skrifleg. En eins og því sem starfið á þessum vettvangi vitið að þá var það auðvitað ómögulegt. Þannig að það var ákveðið að fundir getur farið fram sem fjarfundir. Og þú nefndir að það starf, Rachel, þú talaðir að það gengi svona misvel, en vísindamenn sem eru í starfinu telja að það gangi svona þokkalega og jafnvel hnökralaust fyrir sig og að minnst kosti hafa Rússar ekki nýtt sér þennan vettvang til að vera með eitthvað uppsteytt eða yfirlýsingar, pólitískar yfirlýsingar.
En hins vegar hefur ekkert pólitískt samráð verið innan ráðsins og það nú frekar ólíklegt að það verði einhver breyting á því á næstunni. Og okkar afstæðar svo að við viljum hafa sem minnst samskipti við Rússland, og þetta náttúrulega dálítið erfitt, við viljum samt sem áður að Norðurskautsráðið sé áfram mikilvægur vettvangur. Ekki síst vegna þess að við viljum gæta þess að önnur ríki sem ekki eiga aðild að ráðinu fara að gera sig gildandi eða draga úr vægi þeirra lagalegu umgjörða sem gildir svæðið. Þannig að þetta mjög erfitt að samræma þetta tvennt, að vera ekki með neinn diplomatísk samskipti ríkjanna 8, en samt sem áður að undirstrika mikilvægi ráðsins. Og eins og hefur komið hérna fram, þá fór fram formlegur fjarfundur í Norðurskautsráðinu, þar sem að ríkissambandið, Grænland, Færeyjar og Danmörk, tóku við formennskukeflinu af Noregi í maí, eða fyrr í þessu mánuði. Og háttsettir embættismenn ráðsins, það að segja það sem kallað SAOR, og ég einn af þeim, að allir 8 tóku þátt í þessum fundi, þó þetta væri fjarfundur. Og þetta var fyrsti fundurinn sem ég hef setið með Rússlandi þó að það hafi verið á fjarfundi. Og það var mjög sérstakt og á þeim fundi einmitt notaði rússneski fulltrúinn tækifæri til þess að hafa kannski í svona mjög diplomatískum hótunum samt að ef ráðið fær ekki að starfa fullum krafti aftur, að þá myndu þeir leita annara bandamanna á svæðinu, sem auðvitað ekki góða fréttir. Og mögulega, en það geti líka verið Brasilía eða Indland. Það svo mörg ríki sem að gera sig gildandi á þessu svæði og Brasilía hefur sótt aukaaðild eða áheyrnaraðild og Indverjar eru þegar áheyrnaraðilar að ráðinu og það svo miklir hagsmunir í húfi en Kína auðvitað. En sem sagt á þessum fundi þar sem að, eins og við þurfum að kalla það núna, konungsríki Danmörk tók við keflinu, að þá tóku auðvitað þátt líka fulltrúar, fasta fulltrúarnir, permanent participants sem eru frumbyggja samtökin og áheyrnarríkin og samtökin. Og það var ótrúlega vel mætt á hana fund. Og þar var samþykkt yfirlýsing sem hefur verið getið hér í dag, þar sem að náðist sátt örfáum dögum fyrir fundin efni hennar og ekki síst vegna þess að ríkin 6, það að segja ekki Rússland og Bandaríkin, og við vorum mjög sveigjanleg. Því að okkar afstaða var sú að mikilvægast væri að það væri yfirlýsing, bara til að undirstrika það að ráði væri nokkurn veginn starfhæft. En eins og hefur komið fram, þá eru Bandaríkin orðin viðkvæm fyrir ýmsu hefðbundnu orðalagi eins og loftslagsbreytingum, kynjajafnrétti, jafnvel alþjóðasamningum á vettvangi Sameinuðu þjóðanna, jafnvel málefni frumbyggja. En eins og ég sagði þá héldum við okkur til hlés í þeirri vonum að sátt næðist yfirlýsingu þó að við auðvitað ítrekuðum á fundum mikilvægi þess loftslagsbreytinga og svo framvegis. Og eins og nefnt var hérna fyrir í dag að þá höfum við auðvitað leitt til að mynda starf jafnrétti á norðurslóðum. Þannig að auðvitað undirstrikuðum við það. En það var áhugavert á þessum fundi að það er greinilegt að Bandaríkin hafa ekki marka stefnu í málefnum Norðurskautsráðsins. Grænlandsmálið er eitt, en það er greinilega ekki búið að taka ákvörðun í Hvítahúsinu það hvernig þau muni sinna þessum hagsmunum sínum á norðurslóðum. En það er ennþá ekkert sem bendir til þess að Bandaríkin hafi hug á því að yfirgefa ráðið. En frumbyggjasamtökin, öll þeirra ávörp voru á einn veg, að þetta væri eini vettvangurinn þar sem að þeirra raddir heyrast og þau eiga sæti við borðið. Og að mínu mati þá það frumbyggjasamtökin sem í raun og veru að halda ráðun á lífi og halda á lofti því hversu mikilvægt
Norðurskautsráðið og svo auðvitað vísindasamstarfið. Á blaðamannafundinum eftir fundin sem var streymt, þá afhendi Espen Barth Eide, utanríkisráðherra Noregs, Vivian Motzfeldt, utanríkisráðherra Grænlands, fundarhamarinn, eins og fram hefur komið, og ríkissambandið tók þar formlega við formennskunni. Og þá tilkynnti Vivian formennsku áætlun konungsríkisins Danmerkur, sem mjög miðuð við daglegt líf og lífsviðurværi frumbyggja. En einnig hafið í forgrunni líffræðilegu fjölbreytileiki og loftslagsváin. Og Færeyjar sem gegna varaformennsku í ráðinu að þeirra verkefni og áherslur snúa að málefnum hafsins. Og Kenneth Högg, hinn grænlenski formaður, hefur verið nefndur og það var gaman að hann fyrsti grænlendingurinn sem hefur verið skipaður sendiherra í dönsku utanríkisþjónustunni, sem svona fyrir svona kerfiskellingu sem mig mjög mikilvægt. Og við auðvitað munum styðja við formennsku konungsríkisins eftir bestu getu og eiga góð samskipti við Grænland eins og við höfum gert. Og það hefur líka komið fram að Norðurskautsráðið kannski styrkleiki þess. Þú sagði Rachel að það væri kannski ekki, það væri veikur laggrunnur og það væri styrkleikinn. Og það einmitt að stofnun hefur sveigjanleg og aðlagast aðstæðum hverju sinni, hjartaslæri í samstarfi vísindamanna og aðkomu frumbyggja. Og áherslu á líf og lífsviðurværi fólks á svæðinu sem svæðið byggir. Og ég vona að sá tími renni upp að ráðið verði vettvangur pólitískra umræðu og samstarfsríkjanna 8, en eins og sakir standa þá ekkert sem bendir til þess, en það linnir ekki látlausum árásum Rússa á almenning í Úkraínu og innviði, en við vonum allavega það besta, þannig að í einhverju nálægri framtíð munum við aftur sitja saman í Norðurskautsráðinu og fyrir manneskju sem mig sem í þessu pólitíska samstarfi að þá hefur starf ráðsins verið mjög abstrakt frá því að ég tók við vegna þess að það starfar ekki með þessum hefðbundna hætti og eins og ég segi, ég hef verið á einum fjarfundi þar sem að ríkin 8 komu saman og auðvitað engir fundir á vettvangi ráðherra. Takk fyrir. Kæra þakki Bergdís og fyrir alla fyrirlesarana fyrir frábæran fund og bara áhugaverð erindi. Núna bara fátt annað fyrir mig að gera en að bjóða hæstvirtan rektor Háskólans á Akureyri, doktor Áslaugu Ásgeirsdóttir, til þess að flytja loka orð fundansins. Þá vélinn bara sjálf, bara Valgeir sér þetta. Það alltaf skemmtilegt að vera seinasta manneskjan sem manneskjan á milli ykkar og móttökunar fyrir framann. Þannig að ég ætla nú ekki að vera neitt rosalega langorð. Og ég var að velta fyrir mig svona þegar ég var hvað ég ætti að segja og áttaði mig á því að ég yrði seinust af því að það breyttist dagskráin hjá þessu og breyttist dagskráin mín. Þannig að það og mér langaði svolítið að tala það svona hvað hefur kannski ekki breyst. En Háttvirtur utanríkisráðherra Þorgerður Katrín, kæru gestir, samstarfsaðilar og vinir Norðurslóða. Það mér heiður að fá að segja lokaorð á þessari mikilvægu ráðstefnu sem ber yfirskriftina Norðurslóður í breyttum heimi. Ég ætla líka að þakka Varðberg og Friðriki Þórsinni fyrir að koma með þessa ráðstefnu norður og vekja athygli á þessu málefni og bara ykkur fyrir að mæta á þennan viðburð. Það búið að koma fram hjá öllum sem hafa talað í dag að samstarf þjóða á norðurslóðum að vissuleyti á rauðu ljósi. Fyrst og fremst vegna innrásar Rússlands í Úkraínu, en frá því í lok janúar, sem ekkert rosalega margir mánuður, en þetta virðist vera eilífð, að þá hefur náttúrulega breytt afstaða Bandaríkjanna til bara almennra samvinnu í heiminum breyst mjög mikið. Og þetta mikil óvissuþáttur, að því ekki bara það að stefna þeirra hafi breyst, við vitum í rauninni ekkert í hvað átt hún að fara, eins og Bergdís talaði áðan, það ekki búið að þeir eru ekki búin að marka sér stefnu norðurskautsmál og það
kannski þess óskandi þeir gerir það ekkert á næstunni, bara svo þessi sagt. Það er svona mín skoðun á þessu. En fyrirhætlarinnar þeirra, náttúrulega þær ber helst svona að nefna málefni Grænlands, kannski Kanada, þetta er alltaf verða partur af Bandaríkjunum. En svo er líka einnig mjög breytt umhverfi vísinda, sem bæði hvað var að breyta rannsóknaráherslur, en einnig mikill niðurskurður í fjármögnun rannsókna. Og þetta á allt eftir að hafa áhrif. En það sem hefur kannski ekki breyst eru svona þessar áskoranir sem að fólk sem býr á norðurslóðum stendur almennt frammi fyrir. Og ég ætlaði svona að taka fram svona smá tölfræði. Að við erum svona, norðurslóðir ekki bara kannski abstrakt að vera í norðurslóðsráðinu. Þetta er líka svolítið abstrakt svæði í hugum fólks. Fæst okkar hefum farið þarna, mikið af þessum stöðum eru óaðgengilegir. 30 milljónir ferkilometra er stærð Afríku, bara svona svo þetta sé sett í samhengi eitthvað svona sem er þekkið á kortinu. Þetta er það búa þetta svona 4-10 milljónir manns, það er ekki meira á þessu rosalega stóra svæði. Og það er þetta er svona 16% af landsvæði jörðu, 24 tímabelti, það eru meir en 40 hópar frumbyggja, mikil fjölbreytni í tungumálum, mismunandi stjórnun landa og svo er þetta líka á vissan hátt að meðaltali mjög ríkt svæði. Árið 2018 var þjóðarframleiðsla svæðisins metið á 115 milljarða bandaríkjadala en það má alveg svona ræða það líka að Rússland er ekki bara 1/3 af þessu svæði, þetta er líka 75% af þessum auði sem er byrjað að ná í þarna. Þar. Þannig að það er mjög misskipt gæðunum líka. Þetta er mjög mikilvægt svæði og Rússland er mjög mikilvægt land í þessu stóra samhengi. En það sem hefur ekki breyst eru svona margar af þessum áskorunum sem að fólk sem býr á svæðinu stendur framfyrir. Þetta eru almennt frekar fámenn byggðarlög. Það er svona einkenni svæðisins og þið sjáu það á þessu korti, þetta er svona Nordregio birti þetta í skýrslu bara lífið á norðurslóðum að allir ljósustu punktarnir eru bæir með minna en 2000 íbúum og hinir gulu eru 2500. Þannig þið sjáuð að mjög mikið af þessum byggðum eru bara mjög litlar byggðir. Og við sem búum á Íslandi, það sem eru ekkert rosalega margir, við vitum alveg hvað þetta þýðir. Þetta þýðir það er oft vöntun og sérfræðiþekkingu. Fólk sem er með sérfræðikunnáttu þarf að vera með marga hatta, það þarf að kunna margt og getur vera mjög sveigjanlegt í sinni afstöðu. Og mörg þessara samfélaga eru líka mjög langt frá hvort öðru án nokkura samgangna þeirra á milli. Þá er til dæmis Kanada, mjög gott dæmi þar það eru þarna svona frumbyggjabyggðir sem eru kannski með nokkur hundru manns, 300, 400, 500, 600.000 kílómetrum frá næsta bæ. Og hvernig ætlar að vera með heilbrigðisþjónustu á svona stað? Hvernig býður upp á það? Og það hafa almennt verið einhæfir atvinnuvegir það sem er atvinnu að finna. Hún hefur verið tengd námavinnslu, hún hefur verið tengd olíu og gasi. Það sem er svona mest að gera. Mest auðæfin. Það er mikil fátækt á mörgum þessum stöðum sem er líka, og það er mjög hátt verðlag, ekki bara í búðum þegar það sem þær eru til. Það er líka mjög dýrt að bara vera í business á norðurslóðum. Og svona í mínu fyrra lífi sem prófessora þá fylgdist ég oft með því hvað kostaði þessum umræðum áhuga á olíuvinnslu á norðurslóðum. Og það var lengi vel að olíuverð þurfti að vera svona $80 á tunnu til þess að bara vera hægt að borga sig eins og að fara að bora þarna. Núna er það miklu, miklu hærra. Og það heldur svolítið fólki svona utan svæðisins. En þetta gerir fólki mjög erfitt fyrir og það er líka, kuldinn, frostið, myrkrið er ekkert auðvelt. Það eru mikla fjarlægðir og það er mikil innviðaskortur nánast allstaðar. Ekki bara í Kanada, heldur líka í Grænlandi. Skandinavíu er kannski undaskilin þessu og Ísland. Rússland, það eru bara bæir, þannig að það eru mikilvægir borgir eins og Norilsk sem er mikilvæg námuborg, þar sem að þú eina leiðin út úr henni er með flugvél. Og það er svona þegar maður er búin að átta sig á þessum áskorunum, að þá er þetta líka rosalega erfitt að hugsa hvað þýðir öryggi á svona stað þar sem eru svona margar áskoranir. Er öryggið þá fæðuöryggi? Er öryggið umhverfisöryggi? Eða er öryggið gegn innrás einhver annarra þjóða? Öryggið er nefnilega, það er þetta skilkynað á svo margan hátt.
Þannig að mér langaði svona að tala þú veist, það vantar vegi, flugvelli, nettengingar, spítala, skóla, verslanir, húsnæði og svo framvegis. Það vantar mjög margt á marga þessa staði vegna undir fjármögnunar og fátæktar af mörgum leyti. Og þetta graf hérna, eða þessi mynd hérna, sýnir líka samt mikilvægi þess að við höldum áfram að stunda rannsóknir á norðurslóðum. Þetta samstarfsverkefni í Norðurlandana, þessi mynd og þessi skýrsla sem var gefin út fyrir 4 árum síðan eitthvað svoleiðis að hún gefin rosalega góða yfirsýn yfir bara hvernig yfir lífshætti á staðnum allstaðar. Bæði tíðni sjálfsvíga, fæðingatíðni, dánatíðni, ýmislegt annað. Og þannig ég langar svona að hvetja sem leiðtogi í háskóla, það langar mig að hvetja til þess að gleyma því ekki að það er mjög mikilvægt að í þessu umhverfi, þar sem eru þessar áskoranir svona öryggi, stríðsöryggi, eða varnir gegn stríði, að það er rosalega mikilvægt að höldum áfram þessum rannsóknum sem þegar hafa byrjað. Ég byrjaði að kenna í mínu fyrra lífi norðurslóðir 2010 og það er alveg ótrúlegt hvað rannsóknir og þessi rannsóknarvinna þessar alþjóðastofnana hefur breytt miklu í hvað við vitum miklu meira þessi svæði. Og það er líka það að rannsóknir eru grundvöllur frekar í samvinnu. Þegar allt annað er komið í höng, þá er mjög mikilvægt að rannsóknarfólk geti ennþá talað saman. Og þannig eins og þegar hún Sofía var að tala þetta þegar það var svona allt sett stopp á allt, að það stoppaði mjög margt hjá mörgum. Þið voru heppin eins og þú sagði sjálf. Og þetta byggju bæði þvert þjóðleg og þverfagleg tengslanet er rosalega mikilvægt og það er alltaf hægt að byggja upp á því aftur þegar kannski kemur þýð aftur í almenn viðskipti. Og svona þetta er svona mjög mikilvægt að halda þessari samvinnu áfram þrátt fyrir að ástandið er svona eins og það er. Það er líka það langaði svona að sjá því það var talað hvaðan peningurinn kemur fyrir rannsóknir og þetta er svona tiltölulega ný mynd af því hvaðan peningurinn kemur. Hann hefur hingað til verið langmestur frá Bandaríkjunum og eins og fréttirnar eru þetta núna að það er verið að skera þetta niður allavega helming, ef ekki meira. Og þá þarf maður líka að fara að spá í hverjir koma þá í staðinn. Það er eins og Bergdís var að tala áðan og það er svo mikill aukin áhugi annarra þjóða á norðurslóðum. Og ein leiðin til þess að sýna að þú sért með áhuga og þú hafir áhuga er það að fjárfesta í rannsóknarstarfi. Og þannig að þess að sjá svo mörg af þessum löndum sem eru utan Norðurheimskautsráðsins sem eru byrjuð að gera sig breiða, það er kannski svona ekkert gott orðalag, en svona að fara að styðja við rannsóknir til þess að hafa sterkari rödd á svæðinu. Þetta er ein leið til þess. Þannig að hlutfall þess hver er að borga fyrir rannsóknir á eftir að breytast og þegar það gerist líka að þá breytast oft rannsóknar áherslur af því að peningunum fylgir oft mismunandi áherslur. Og það langar mig að taka svolítið fram að þú veist að það var minnst aðeins á Kína Kína er mikið að fjárfesta búin að vera í Suðurskautslandinu í áratugi síðan 1985. Þær eru með 5 stöðvar sem stunda heimskautarannsóknir í heiminum, ein hérna á Kárhóli, hérna rétt fyrir austan. Þeir eru að auka áhuga á þessu og auka birtingar almennt. Og eins og svona, ég myndi lesa þeirra umhverfi það að þeir hafa mestan áhuga á svona alvöru rannsóknum eins og margir kalla þess, ekki félagsvísindum eða hugvísindum eða svoleiðis, þessi svona mjúka. Þannig að það er mjög mikilvægt að hinar þjóðirnar sem eru meira til í svoleiðis rannsóknir halda áfram að styðja þær. Því það er alveg nauðsynlegt fyrir okkur að þekkja hvað er að gerast á norðurslóðum, skilja breytingarnar en skilja líka hvað er erfitt að breyta. Og auknum rannsóknarframlögum þá fylgja líka auknar birtingar. Og þó að Kína sé ekki kannski rosalega mikið að fjárfesta ennþá og það er að fara að aukast, að þá sjáum þið að birtingatíðni þeirra er að aukast allverulega. Og hún á eftir að taka fram úr Bandaríkjunum einhvern tímann. Hvenær það gerist nákvæmlega það veit ég ekki, en ég held að það sé bara, ef maður skoðar bara fjölda fræðimanna, þú veist, það skiptir máli, Við erum með 3-4 og þeir eru með 1000. Þannig þetta skiptir svolítið máli líka, en mér finnst svona, þú veist, ágætt að minna okkur á það að það er mikilvægt að þessi rannsóknarstarfsemi haldi áfram, að kostun hennar haldi áfram, að við höldum áfram í áherslu okkar eins og verður að tala hérna áður á jafnrétti, loftslagsbreytingar,
að það sé lífvænlegt á norðurslóðum almennt, að ef að farvegnið fyrir að færast á ykkur aðra staði, að það haldi áfram samt að vera líka að hugsa fólkið sem býr hérna. Kæru gestir, ég ætlaði svona að ljúka þessu bara á þessum svona skemmtilegu nótum hérna, að minna okkur á það hvað lítið breytist. En við hér á Akureyri viljum halda áfram að þróa áherslur okkar á norðurslóðir og rannsóknir tengdum þeim. Við viljum halda áfram að vera partur af því að skilja áskoranir þess að búa hérna og hjálpa að gefa okkur vísbendingar hvernig þetta nota rannsóknir til þess að tryggja öryggi á norðurslóðum, hvernig svo sem það er skilgreint. Háskólar eru þannig lykilstofnanir í öllu þessu ferli og þegar verið að ræða áskoranir nútímans, bæði gegnum rannsóknir en líka með því að miðla þeim í tímaritum á ráðstöfnum eins og í dag, á samfélagsmiðlum og svo auðvitað í kennslu. Þegar við lítum, þekkingin er svona sterkasta vörnin og okkar dýrmættastu auður. Ef við ætlum að mæta þessum áskorum norðurslóða í breyttum heimi, þá verðum við að efla hana, miðlinni og láta hana móta ákvarðanir okkar. Og þar gegnum við lykil hlutverki og mér fannst mjög ánægjulegt að heyra háttvirta ráðherra tala það að það er ennþá viljið til þess að Háskólinn á Akureyri sé miðstöð norðurslóðafræða á Íslandi og við viljum taka það og gera það ennþá sýnilegra en það hefur verið. Og þannig að við viljum byggja upp frekari samstarf við stjórnvöld á þessum vettvangi og fögnum því sem var sagt hefur verið í dag og tryggja það að Háskólinn á Akureyri verði áfram Norðurskólaháskóli Íslands. Takk fyrir og nú ætla ég að bjóða ykkur sem sagt í móttökunni hérna fyrir framann og takk hérlega fyrir áhugaverðar ráðstefnu fyrir að taka þátt og fyrir að koma norður og vera í þessum samræðum með okkur.